Hvað eigið þið alveg margar kissur? Síben, má svo Megum við það? Já. Veitu, þið eigið þessar kissur, það ekki? Jú. Er þetta eitthvað leyndamál, eða? Nei. Ástæður bara ekki hætt um að við verðum karðan og þau eigum alltaf mikið að dýrum og Nei, þú veist, það nefnilega, þú veist, 2 á manna eða eitthvað. En við erum Eru reglur? Ég held það. Hæ? En það er ekki eins og tryggingafélag sem ég hlusta á hana þátt, sko. Nei. Bara eitthvað bíti. Hvað er það? Við eigum 7 kísur. 7 Já, við kissur? hefum 7 kísur. Og það er allt svona rescue. Já. Já, ok. Og Búin bjargaði með 5 af þeim sofa inn í Ástrós. Úpsi. Single people. Við erum flott að eitthvað upptöku. Já. Jú. Að því að kæristum áttur verður bara, já, ég skil það mjög vel. Já. Ég held Já. að við verðum geggja góða vinkonu við kæristurinn. Já, ángríns. Af því Ég að held það líka. ég held bara samt leið að fólk kynnist dýrum, skilur, alveg svo þú hefur aldrei átt dýr og svo núna áttu kísur og þá skilur þetta svo mikið og ég held að þegar fólk er bara svona með opið hjarta if you will að ég skilur, þá held ég að verða miklu betra. Já, þetta er búið að breyta mér aðeins. Já. Ég byggjum Þetta það er hans alveg. mýgri. Jú, Já. svo getur líka verið að því að kæristin mér er ófrísk. Já, Veistu eða hvað? Fatti, þetta tengist eitthvað, af því ég Já. kannski er að horfa á eitthvað með henni, hún kannski grætir yfir American Idol eða eitthvað. Já, skiljanlega. Og ég- Það er 1.000.000. Já, og ég er kannski með henni bara eitthvað og ég bara, er það að koma eitthvað, veistu svo, koma eitthvað auga, skilur. Já, það er svo Og ég er bara eitthvað, þetta var ekkert fyrir 5 ára síðan. Oh my Já. god, þú ert að vera tilfinning að vera. Æ. The ice heart is melting. Andjóks. Greinilega. En meni, þetta lítur að tengjast eitthvað. Já. Ég held að dýr hafi andjóks þessi Já. áhrif. Ingi Þór, hann er sko kaldasta manneskja sem ég veit no offense, áður við kynntumst Já. og núna, þú veist, fyrsta deytan okkar þá spurði ég hann bara eitthvað, þú veist, hvað finnst þér um ketti og þetta er alveg dealbreaker, þú veist, ég er bara að byrja með einhverjum, þú veist, ég á 7 ketti og þeir eru ekki að fara neitt Satt. og hann bara eitthvað, það bara eru þarna þú veist, Við erum bara, og ég bara eitthvað, ok, gefum sér satt Hell sens no. og núna er eitthvað bara, móli mín, kundastu mín, músi já, þú veist, satt samt. þannig ég held að fólk mýkist alveg við þetta. Já, það er alveg Dýr. rétt hjá þér. Já, Ég var svona mikil við þetta. já. Og nú líka eins og ég er eitthvað að tala við hann, ég tala við hann. Já, því að þeir skilja mann líka. Já, ég er svona, ok, þá er ég að spyrja, Já. þá er ég að spyrja hvernig henni. Þegar þið talið við kísunar, breytið röddinni. Já. Já. Hvernig er kísuröddin ykkar? Hæ, múli. Já, nei, samt þú veist ekki alveg svona. Múli. Ég er alltaf svona, bessi mín. Já. Alltaf, Það kemur svona baby já, voice. ég veit ekki, maður fær svo mikið. En stundum ef ég er skammar samt er bara, múli, hættu þessu. Samt ekki. Já, ok, þetta er ekki, og ég er ekki góð upp á landi. Ekki að dýri mínu þurfa Þú veist alltaf bara, móli. Já. Svo bara, akkur er þetta pissa? Má það ekki? Já, reyndar, guilty. Okkur gerir maður það? Þú veist, og þetta er bara svona eins og lítið börn. Já. Jú. Ég held bara að maður elski þau svo innilega og þau eru bara svona förri, skilur, svo mikið svona skilja, þegar þú Þetta er svo sérð bangsa. Já, Já. og þú sérð þau og þú ert bara svona Já, ég var bara svona stingi hjartastundum fyrir að horfa á köttin minn og því ég elska hann svo sjúklega mikið. Andjóks, ég fæ bara svona illt í hjarta og ég myndi deyja ef þú myndi deyja. samt. Og ég er ekki svona smá að Nei, hýta, sko. ég Mér bara ángríns. líður svona. Já, það er þannig. En eigið uppáhald? Minn ekki alveg þögg. Ógeðslega mikið þögn. Sko, Já. Svaraði báttið já, Já. þið voru báða bara bara svona. eitthvað svona ashamed. Já, ég held að svona, maður tengist, og því að dýrin er svo sjúklega mismunandi persónuleika og þú tengist persónuleikanum mismunandi, þú veist, ég elska öll dýrin Já, minn sjúklega saman á því, mikið. samt. En þú veist, eins og Móli, köttur sem segur allt upp í mér, þú veist, ég myndi segja að vera mestu tengingunum við hann. Já. Að hann er líka svona háðasturður. Já, hann elskar mig Já. og ég elska hann sjúklega Ég mikið. love Já, him. já, ég myndi segja það. Já, og það er líka svo leis með Og mig. Já, ég er með svona 2 sem eru bara svona alveg svona mínir í hjartanu, skilju. Ein er sem er Björgum, hún var búin að lenda í gett svona miklu og óksla hrætt, skilju og kvægt, og hún tók mér bara. Þú veist, hún fer Hún er aldrei aldrei frammi, Nei, sko. hún er fer bara ekki fram. í Það er svona svo sætt. Já. Hún er líka tiny, Og hún sko. er svo pingu lítil að því hún var svo vannar svo lengi að þá, Hvað er hún gömul? I don't know, man. Nei, þú veist, hún er kannski svona 4 ára eða Nei, eitthvað. meira, hún er svona 6 ára. Já, ok, 5 Já, ára. ok, 5 þetta ára er eða alveg eitthvað. stálpaður köttur. Já, já. Já, Já, já. en hún er bara svona tiny og svo segir hún svo oftast ón á bringunum minni Ah. og svo vakna með hana bara með Bringunum já, minni. ég skilur, þú veist, þetta er svo svona
það fæ bara svona hjarta og svo hinn kissi mig líka og svona sem að er þau svona pínu alfa kissi Bessi. hann Bessi mín Já. kemur þetta Hann er svona kötturinn heima sem á bara að siða alla kettina. Ef að Já. kettin er fara að slást eða eitthvað inni þú veist okkur, þá erum við bara nei. En ef Bessi gera það, þá bara já, leiðum hann að siða hann til. Af því að Hann er búin að vera já. lengst. Hann þú veist setja reglunar, hann ræður og hann er þú veist geðveitt stór, geðveitt hann er sterkur. ógeðslega sterkur Þetta er bara ógeðslega fyndið hvað þetta eru miklu karakterar. já, og hann líka bara svona þú veist, hann líka siðar þá þú veist, hann er ekki bara svona slást tilbaka heldur Hann tekur hann niður og bara hættu sig. já, af því að Mól er alltaf eitthvað svona pirran og potiðan og eitthvað og Mól er búin að vera í smá tíma og maður er að fylgjast með þessu og Bessi svona eyrun hann svona byrjað að fara aftur og baka hann er byrjað að vera svona snýra sig við, slægir hann og svona heldur hann niður það bara bakkar hann svo svona ef hann gerir þetta aftur þá heldur Bessi bara alltaf áfram að gera þá til að Hættir hinn sig. gefur Hann hættir. undan, Já. skilur hann svona siðar þá Hann er aðal. Hann er alfa. hann er svona alfa kissan Er það fyrsti kötturinn sem þið fengu? Sérst af þessum 7? af þessum 7, já Er það fyrsti? Já. Já. Sérst af þessum 7? af þessum Já. 7, já Verður mér hann lengst. já, af þessum 7 En þið er líka fugla here it comes og hunda. Mér finnst það svo fyndið saga. Ég veit það. ég veit það Þetta er mjög ég steikt, veit sko. ekki okkur ég segi, ég veit það Þú veist, líka við eigum einn tjúa sem er snargeðugur í skapinu. sem að þú vildi fá Sem ég vildi fá. Ég var, sest, já, vildi fá hann. já, Þegar hann. já, Ég hætti með strák og ég bara eitthvað, ég ætla bara að eignast hund og ég ætla bara aldrei að byrja eftir sambandi og þetta verður bara uppbyttingin mín Í þetta. staðan fyrir strák. Já, ég veit, það endist í korter. já, Og- því að, já Og þess að sagt, og ég átti hann en núna sérst á stjúpaminan og hann er bara ókslega mikið með honum. hann tók eiginlega bara strax við hann og sann Já, þú veist, eiginlega. Og svo hefur við Cavalier. Já. Og svo hefur við einn Amazon-fugl og einn kaktu. Cavalier er samt ángríns ábyggilega mest ofdegrasta dýrið á heimilinu Andjóks. Hann Það er tekur með mér hundurinn svona hennar- 6 um já. nóttinni, sko. það er hundurinn hennar mömmu okkar Greiði mamma. og mamma, sorry, en mamma, þú veist, hann var að sníkja fram mig, hann satt fram í aldur sér klokkan 11:30 kvöldið eða eitthvað. Mamma hleypti honum fram að því að hann vildi fram og ég var eitthvað fram að græja og hann satt bara fyrir framan vaskinn þar sem hann nammið er. Og Að geltir. gelta. Já. Hann geltir til þess að sníkja og mamma bara, gefðu hann bara eitt namma og sett hann inn í herbyggi. Ég bara, nei, þú veist, þá er ég bara, ég ætla ekki að verðluna honum við það, skilju. Hún bara, gerðu það bara, ég bara, ok, þú þarft að vera með inn hjá þér, skilju. Fer með hann inn og gefa hann nammi og gefa hinnum líka eitthvað svona. Svo daginn eftir, þá var mamma bara, hann vakti svona 7 sinnum nóttina. Ég var bara, já, wonder why, skilju. Hann er frekastur, sko, af því að já. mamma elur þetta gett upp í honum. Að hann er búin að læra það núna, ef hann geltir að fara nammi. Já, og hann situr þegar kettinir eru að fá fisk Já. þá situr hann bara fyrir neðan og bara Já. og ég bara, hann ættir ekki fyrir hann fær Þetta er þetta ógeðslega fyndið. En þá er líka að spyrja ykkur, að við erum að fara að tala um bíómyndir. Eru þið ekstra viðkomar? Já. Vitið Já. hvað ég er að segja? já, Ef að dýr eru drepin í bíómynd Já. eða- get ekki Get ekki heldur. Ég verð að halda fyrir eyrun og augun, ég get ekki hljóðið og þú veist, ég segi upp átt, actually, Ingi þá bendur mér á þetta, ég segi alltaf þegar ég verð að drepa dýr, ég segi bara, þetta er bara dúkka. Að þið nú vitið að þetta er ekki alvöru, já, er það samt óþægilt? Já. já, Finnst það en líka hræðilegt, eins og þú veist, mér langar eiginlega ekki að segja þetta því ég vil ekki þér líða óþægilega hvað er samt að segja þetta en þú veist, ég veit að við erum pælum allar í þessu en það er svona, þegar kemur eitthvað svona atriði með dýri myndum, þá erum við sitjum allar bara í sófan meira bara þykast ekki sjá neitt að taka eftir hennu, þú veist, að því að mér langar ekki að bring it out til þess að þér líði illa við því, Hvað það skilurðu. tala um? Þegar þú sér dýr deyja? Já, Í bíómynd? skilju, nei, ok, pointið mitt er allavega það sem ég var að fara að byrja að segja að þú veist, hestar, skilju að þú veist, að þegar að vera að skjóta hesta og eitthvað í bíómyndum, Í bíómyndum, já. þú veist, það er búið að kenna þeim svona að taka á svona niður leggjast, já. Einmitt, að skilurðu. svona detta Já. einhvern veginn og já. Mér finnst það eiginlega verst að því ég veit að dúkkur eru bara dúkkur og ef það er eitthvað drepið þá er það feik Já, En þú veist, ég skilja, þeir eru- þetta er alvöru dýr. Já, þú veist, þeir eru það að vera að pína á til þess að leggjast, skilju og mér finnst það svo ljót, ég er alltaf bara get ekki horft, sko Já, Þú veist, ég skilja. og þótt að sé búið að þjálfa það og allt það, skilju, en þá samt Það finnst þetta samt ljótt. já, finnst mér samt ljótt að því að þú veist, þeir eiga ekkert að vera að gera þetta, skilju Mhm. og þú veist, þeir geta alveg slasað sig við þetta og þeir Já. geta lent eitthvað illa að því að þú veist, það var að taka á niður, skilju, með valdi Ég skil ekki hvernig fara aðeins einu svona, því að oft er maður horfa kannski eitthvað stór svona eitthvað stríðsmynd eða hópar af hestum Já. og eitthvað dettur og eitthvað. Já. Stundum er þetta tölvugjert, Oft. en oft það ekki. samt er þetta alvöru hestar sem Já. er þjálfari Já. því að detta. Ég bara skil ekki hvernig þeir meiða þess ekki.
Nei, þú veist, nákvæmlega. það er nefnilega, þú veist, ég las svona þetta og ég horfði á svona behind the scenes, þú veist, það sem hafa verið og þú veist, til þess að byrja að þjálfa hestin, skilju, þá þarftu náttúrulega neyðan í eitthvað sem hann vill ekki, þú veist, að leggjast og kenna hann þú veist, að þetta að leggjast og hún langar ekkert að, þú veist, gera það, skilju. Nei, þú ert að byrja á því með þess að segja pína svolítið til þess að gera þetta. Já. Og svo þá líka, þú veist, þá þurfum við að lenda rétt og ef lenda ekki rétt og er að slasa sig og eitthvað og eftir ég sá þetta, þá er ég bara Já, ég er líka svona samt sko með þetta. Þú veist, maður er bara einhvern veginn sjúklega viðkominn fyrir þessu. Meira heldur en fólk, sko. Já, það er sem svo fyndið, því kærasti minn er alveg eins og þig. Hún bara getur ekki hort á dýr, Nei. eða drepið eða eitthvað, eða með dýr, en svo getur hún hort á kannski einhvern morðingja, Ég skil hana sjúklega vel, sko. pína, Já. kannski einhvern fólk. Ég er með svo People einfalt svar við þessu, sko, ángríns. Þetta er bara það því að dýr eru bara svo góð í hjartanu og þau eru svo Saklaus. saklaus, Já. skilur Já, já. þau vilja engum neitt illt, skilur Nei. og svo segir fólk um mig þegar ég segi þetta en máðin borðið ungana, maður bara eitthvað svona ok, þú veist, það er goggunaröð í þú veist, Dýraríkinu. dýraríkinu og þau eru að gera þetta til þess að lifa af, skilur en, já En eigið þið skárra með það, ef þið til að sjá kannski ljón, drepa eitthvað antilópu eða eitthvað, Já, þetta sem er náttúrulegt. ég á skárra með Ekki það ég, vegna ég þess á að ég mjög veit erfitt með að þau eru að gera það til þess að þú veist, bjarga sér Af því að skilurðu. þetta er svolítið náttúran. Já. Já, þú veist, þau þurfa bara að gera þetta svona til þess að borða þau en þannig að þú veist, mér finnst það skárra Já. að þetta sé að gerast í dýraríkinu því að dýr eru að bara berast fyrir lífinu sínu skilju Einmitt. og Ég skil það, sko, en Já. ég get samt ekki að horta á það. nei, ég get ekki að horta það Ekki? en Nei. Eigið þið erfitt með að horfa þá á eitthvað svona dýralífstótt, svona þætti. Ég horfa aldrei á slis, ég get það ekki, sko. Ég Eina bara sem skiptu, ég- skiptu. Ég eina bara sem meika það ekki, ég já. má er þarna, eins og þarna fuglalífið með þarna, Bird Life með gurnum á hana. hvað heitir hann aftur, nei ekki Steve David Attenborough. David Attenborough, Stalman. talaði hann ekki inn á þetta Ég veit það ekki. Örgulega hann talar hann á 90% af þessu. Já, þú veist, þegar það verður svona þætti það sem að vera að skoða hegðun hjá Já, dýrum, já. skilur Það sem enginn er með það, stæði já, að það sem að Enginn er Já. með þess að deyja. það er mjög skemmtilegt. já, það er ógeðslega gaman að horfa á og læra dýr, skilur Já. og Já. hvernig þau hegða sér Eru þið jafn viðkvæm fyrir öllum dýrum? já, Það skiptir ekki máli sem hvalur eða fugl eða... nei, þú veist við drepum ekki, þú veist, hrossaflugur eða koma inn, skilur, Nei. við bara svona veiðum þar út Já. Ok, þá ætla ég ekki að segja eitt sem ég ætlaði að segja. Heima með mér. Dreif ekki. Ef það kemur einn fluga eða eitthvað. Ómugætt til lifi köttunum að geta þér. Nei. Ég var til að sjá það svo. En að því að kæristin minn hún er svo viðkvæm. Já. Hún elskar dýr svo mikið. Hún getur ekki, þótt þessi einhvern ógeðslega hrossafluga, að þær eru ógeðslegar. nei, ok, já, Já. Þú veit ekki samanlega því? Það er ekki ógeðslegar? nei, þær eru blindar Er það blindar? þær ángreifist þegar ég frétti þetta Það útskýrir margt. Það var ég útskýrir bara- bara, er það blindar? þær eru Þess vegna eru það svona blindar og þær spastískar. sjá bara ljós Oh my god, í alvörunni? Já. og ég Greyin. fekk svo illt í hjarta þegar ég frétti þetta þær eru bara blindar Þær eru blindar. já, þær eru blindar Þess og vegna eru það svona spastískar. þess vegna eru þær alltaf við veggina bara Reyna að komast eitthvað. já, af því að þær eru blindar Nú er ég kom með smá móral. Já. ég veit það Hvað gerður þau? Ok, ég er ekkert að pína þér. Ok. Ég ætla ekki að segja eitthvað nákvæmlega, ég þórið ekki í þessu podcasti. Ég er að tjóka. Málið, það er mikið lofta hjá okkur. Já. Heima. mikið lofthæð Lofthæð? já, Þannig að þú veist, þær fara oft upp í loftið. já Og Og þær eru blindar. ég vissi það ekki. Ég er að læra það núna í Já. fiskiti. Öðvit. En þú veist, ég næði þeim ekki með höndunum. Loftið. þú nota kúst Hafsteinn. til þess að drepa þær Nei, svipatæki. Ekki sér reyksu. nei, Þess að, Hafsteinn, nú hættir þú. Þær En- eru blindar. en já, ég vissi það ekki. núna ertu að fara að vera bara með stigar heima eða bara Það er málið, kærasti mín, hún er alltaf bara með glas og pappír Já, og en eitthvað það svona eru blað við, og oh eitthvað. my god En hún er ófrísk. Já. Hún Ah, getur ekkert verið að brölda eitthvað já, mikið. hún mun ekki vera sátt við þegar hún heyri þetta Hún líka, málið er, þetta er eitthvað svona, ég er eina að réttlega það, þannig, með því að segja hana, að þessum flugum var ekki búið inn. Skiljið mig. já, en þær eru blindar Þú ert svo mikið að tala við Ron Kroon, sko. Það ljóma þannig. Skiptum umræði. þú veist, never mind Þetta er áhugaverð, það Já. útskýrir margt. ég veit Já. það Það eru Nefnilega mjög svo- skrýtnar þessar flugur. nefnilega. já, það er svo margt sem að maður þú veist, veit Veit ekki. ekki um alls konar dýr og Já. leið og þú veist eitthvað meira þú veist, eitthvað þau þá ertu bara, þú veist, Já, þetta er ástæðan. Já. skilur En ok, fyrst að þið elskir bara öll dýr. já, Er ekki dýr sem þið eru bara eitthvað svona, þetta er ógæslegt. Ég er, Engin pattið eða neitt. þú veist, ég er sjúklega hrætt við hákalla. Já.
en mér finnst þeir ekki ógeðslegir, ég er bara ógeðslega hrædd við þá. En eins og kóngulær. Þú veist, ef það kemur kónguló inn í herbyggi þá þarf ég að taka hann á því hann er skítræddur við þær. Eða eins og kom geitugun í herbyggi, ég sverða að hann tók hann svo human shield og bara hendi mér yfir sig. Ég bara hvað fucking grínast það. Ingi? Já. Ég skil hans mjög vel. en það er ekkert svona dýr sem að, eins og eitthvað svona margfætla og... Mér finnst þetta ekkert eitthvað girnileg dýr, skilur, en ég bara læt mig eiga, þú veist, læt bara eiga sig. Mér finnst þetta eitthvað áhugavert, já, mér finnst þetta svona margfætlur ég myndi ekki vilja hafa þetta á mér, skilur, mér langar ekki að eiga þetta. Ég fæ gæsa að tala þetta. Ég er mjög viðkvæm fyrir svona pöttum, sko. Er það? Strákar eru þetta Já, ég held alveg lengi. Ég heist það, miklu meira stelpur. Þeir eru bara sjúklega viðkvæmir. Og geitungur, gæsóð. Ég sendi svona smá með geitunga vegna þess að þeir eru pínu ófyrirsjáanlegir, af því að stundum eru þeir bara aggressiv og þeir gætu bara stungið. Meiða þig? Já, en samt þú veist, ég held í alveg að þeir gera ekki nema þeir telja sig þörf, að þeir þurfi þess. Þeir eru fantar. Já, ég held það líka, sko. Ekki svona bíflugur. Nei, oh my god. Þær eru alveg svona... Ég fer ekki þeim alveg. Nei. Já, en ég skilði samt alveg með geitungana og ég skilði eins og kóngulær. Þetta er gett ógeðslegt, þú getur bara verið með henni innáður og ekki tekið eftir. Og það er það sem ég er svona... Já, ég var líka ekki að hugsa þetta. Nei, það er sem að því að þær eru svona lúmskar, skiluru, og þú veist, geta verið bara allstaðar. Það er svona það sem mér veist pínu svona, þú veist, creepy við skordýrin. En það er ekki það að mér finnst þau eitthvað virkilega ógeðsleg, skiluru. En slöngur? Ég elska slöngur. Já, mér finnst það ekki ógeðslega. Nei, ég eiginlega pínu elska slöngur, sko. Mér langar pínu að fá mér svona slöngu tattoo, sko. Ég held að það sé slöngu, ég bara hvað það er ógeðslegt. En værirðu til eiga slöngu? Já. Ekki ég, held ég. Ég var til eiga slöngu. Út af því að ég held bara að það er hættulegt við hindýrin okkar. Já, þú veist, ef að við skilju. Ég var alltaf fuglaði horf og eitthvað skilju. En ok, eins og með slöngur. Það er þetta mís. Hvað finnst þau að sjá svoleiðis? Vídeó sem eitthvað svona slanga... Ég myndi aldrei horfa á það. Það er ógeðslega hræðilegt. Sorglegt. Já. Ég myndi aldrei horfa á það, en aftur þá er hún bara að borða það því hún þarf þess, en þær eru sem pínu næsti með það hvernig þær gera það. Þær svelta sig viljandi til þess að borða stærra. Ég veit það, og gleypa. Já. Helga. Ég er svona alltaf fast þetta er, ég bara, það var lögðið og bara fenn, svo vaknaði ég bara klukkan 8. Þetta er mjög áhugavert. Já. En förum aðeins út í þess að við ætlum að tala aðalum. Já. Og þið eru með svona topp 10 myndir. Í bakum og feitlu út, í sikkur lagi. Og þið eru systur. Þá er ég svolítið spenntur að heyra svona hvort sé svipað eða allt öðruvísi. Þetta er sko svart og hvítt. Þetta verður ekki svart og hvítt, sem ógeðslega fyndið, við erum bestu vinkonur, við erum sjúklega nánar. En þegar kemur á bíómyndasmekk, þá erum við bara svart og hvítt. Og ég veit ekkert hvað hún skrifaði, hún veit ekkert hvað ég skrifaði. Það er svo gaman. Ég hef samt meira hugmynd það, af því að ég horfi meira á bíómyndir. Já, og þú er svona, þú veist, meira, þú ert svona aðeins meira að fíla svona creepy líka og hryllismyndir. Þú horfir miklu meira teiknumyndir. Já. Ok, það er svart og hvítt. Hryllismyndir og teiknumyndir. En settu þetta ykkur ákveðna röð? Ég gata ekki. Nei. Ok, ég sett allavega eina mynd elst sem er bara, þú veist, my all time favorite. En enda á henni? Já, ok. Við finnum fyrst í þú veist 10, svo 9, svo vinnum ég er ekki með, en mér varst sjúklega erfitt að gera þetta út af því að ég var bara eitthvað, ok, þessi, svo nei þessi og síðan var ég bara, oh my god, ég var bara eina eftir og síðan þurfti ég bara að skipta út myndum og ég bara, mér langar líka að hafa þessa, þú veist, það var svo mikið að geggja myndum sem að ég get bara ekki, þú veist, sem myndur að hafa. En það sem er gaman að gera svona lista, ég elska að gera svona lista. Ertu listapari? Já, algjör. Ég elska þetta, líka búið til einhver bíómyndaspurningar og eitthvað. Já, það er enda gett. Ég elska það. Já. Og gera svona lista, því ég gera það einu sinni, þá skrifa ég niður bara svona mínar reyndar topp 50, en allavega, þegar ég gerði það, þá var ég líka bara svona þú, ég bara, shit. Já, það er ég bara með 50, þannig að þið þurfa að velja bara 10, það er ekkert auðvelt, sko. Nei. Mér finnst þetta sjúklega erfitt. Já. Bara þegar mér er svo mikið að góða myndum. Ok, en við byrjum bara á Ástrúsu. Komdu þú með, þó að þetta sé ekkert í einhver ákveðnu röð, komdu með núna eina mynd sem þú fílar. Ok, ég ætla að segja, ég ætla bara að byrja á þessara því þetta er ábygglega mjög umdeild mynd. Ok. En Million Ways to Die in the West. Finnst þér hún skemmtileg? Nákvæmlega. Ég hef heilt svona 2. Ertu að tala gaurinn sem að gera Family Guy-gurinn? Já, einmitt. Í alveg, ég er búin að heyra 2 segja þessi góð mynd. Ég er bara, I don't care, ángriðis. Mér finnst þetta svo fyndin mynd. Þú veist, ég elska svona steip. Þú bara eitthvað, hvað er bara að koma þér út í? Mér finnst það geggja. Mér finnst það gaman að heyra ólíka smekki og svona. Já, þú veist,
en nefnilega, ég er með svo mikið svona tilfinningalegt gildi, ekki beint tilfinningalegt gildi, en mér finnst ég svona lifa mig svo mikið inn í myndirnar að ég horfi svo lítið á þær út frá einhverju svona gaggrínu sjónarhorni. Þú veist, bara, ég dett gett mikið inn í þar og annarkvæmst finnst mér að bara gett fyndnar og bara tengi gett mikið eða bara ekki. Þú veist, ég var svo erfitt með að vera gaggrína myndir. Þannig að alla myndirnar sem ég valdi koma eða bara strax til mín að því ég var bara þessar er það fyndin, ég elska þessa, ég fælt að græna þessari, skilju. Ertu hrifnar af svona fyndnu léttudóti heldur en eitthvað svona þingra? Já, af því að ég var svo hrætt í svona þungu dóti. En bara drama, ekki nefnda hryllismynd. Já, þú veist, eins og Forrest Gump eða Shawshank Redemption eða eitthvað. Þú veist, nei, eiginlega ekki. Þú hrifnar af Million Ways to Die og hún er geggjuð og það er líka fyrsta myndi sem við nefnum. Nei, já, ég er að taka samt svona, þú veist, þessna nefndi ég hann líka fyrst, skilju, að ég vissi að það væri bara disappointment. Ég get sagt þér eitt, ég er búin að taka núna upp svolítið margar svona podcastætti. Já. Þessi myndi var aldrei nefnd, þannig að til hamingju. Takk fyrir. En mér finnst áhugavert val. Já, hún er bara svo fyndin, þú veist, það bara, mér finnst bara húmorinn í henni svo ógeðslega fyndin og að gaurinn sem er leikur, það leikur svo vel. Finnst þið Family Guy skemmtilegt? Ég elska Family Guy samt, sko. Já, mér finnst Family Guy mér finnst það skemmtilegt en ég myndi aldrei, ég held ég myndi ekki velja það, þú veist, þess að horfa á. En eins og Ted, hvað þetta er hún? Bangsa. Það er sami Já, mér finnst það líka að fyndin, sko, líka. Þú veist, mér finnst það líka ekki að fyndin en mér finnst Mark Wahlberg. Ekki skemmtilegur. Mér finnst það svona alltaf sama típan í öllum myndum, skilur við. Já, ég skil smá hvað. Fattur þau hvað ég er að meina? Mér finnst hann vera svona svo mikið sama típan í öllu þannig að, þú veist, eins og þarna, hvað heitir þarna? Fjölskyldumyndir, Stepdad eða eitthvað. Hvað heitir hann? Instant Family. Já. Nei, ekki hann. Nei, Daddy's Home. Já, eins og þetta, Daddy's Home, Instant Family, allt eitthvað svona svo mikið af sömu típu sem leikur. Þannig að, ég veit ekki, þú veist, mér finnst hann ekki lélegur leikari en mér finnst þetta svona svo mikið að því sama Ted, skilur við. En eins og ég Million Ways to Die in the West, hvernig fílar þú Charlize Theron? Charlize Theron? Ég hlað að ljósarleika núna sem leikur á mótanum. Hún er ömuleg sko. Ég sko, nei, þú veist, ég er kannski búin að þekka einhvern veginn 5 ár og einhver spyr, þekkjum þessa og ég bara, nei, svo sé ég mynd og það bara, já, þú veist, ég er hræðileg með nöfn, sko. En heldur þú þetta að muna til mér eftir þetta podcast? Ég mun aldrei með mér, ég lofa. Það er gott. En mér finnst hún bara skemmtileg. Geggjuð í þessu, þú veist, það er mér skekk gaman að sjá hana vera svona léttu nótum og þú veist, svona hún er bara geggjuð. Já, hún er geggjuð leikuna, sko. Já, hún er mjög góð. Flott, sko. Já, hún er töff, sko. Já. Hún getur bara að leiki eitthvað svona djók og líka eitthvað cool. Já. Eins og Mad Max, ég veit ekki hvort þú sá hana. Jú, Mad Max Fury Road, hún er geggjuð. Já, nákvæmlega. Og líka myndina sem hún reynda ógeðslega góð. Það sem hún var í náminu, já, hún er geggjuð. Nei, er ekki talað um fjöldumorðinginn? Jú. Já. Ha? Já. Já, Monster. Nei, ég var að tala um hana, ég var að hugsa um 2 myndir. Jú, ég var að hugsa um hana og sem var ég líka að hugsa um þegar hún var að vinna í námunni. Hvað heit hún aftur? Já, ég man það ekki nefnilega. En hún var líka geggjuð. Já, ég sá hann ekki. Oh my god, þú verður að sjá hana, sko. Ég er að tjekka hann. Þetta er líka sannsöguleg mynd sem er geggjað. Já, einmitt. Þú verður að sjá hana, sko. En ok, fyrir það að gera þig. Hvað myndir þú með? Ég myndi segja Training Day. Já! Vistu ekki ekki? Þú veist, ég er ekki eins og búin að sjá þessa mynd. Þú veist, slost. En Training Day, þetta er ábygglega einhver hryllingsmynd. Nei, Ástrós. Þetta er Denzel Washington. Ég elska Denzel. Mér finnst hann sjúkur leikari. Og líka gaurinn sem leika mótanum sem man ekki hvað heitir. Ethan Hawke. Já, Ethan Hawke. Og bara ræðan í lokin, bara goosebumps, andjóks, geggjumynd, ógeðslega svöl. Þetta er löggumynd. Já. Hann leikur spilta löggu og gerir svona einum degi bara. Þess að heitir hún Training Day. Já, ég fíla samt alveg þannig, smá líka. Það gerist kannski einum degi eða í einu húsi eða eitthvað. Eða það verður ekki búin út í allana. Ekki það heldur svona löggumyndir. Eða svona spilta löggumyndir og svo leiðis. Ok. Þá, þú myndir alveg að fíla þessa. Já, þú er að horfa hún er geggjuð, sko. Ég myndi segja hún. Ok, Training Day. Þú ert að byrja alveg með þetta þið báðar. Liar. Ég svona reyna að vera næs við ykkur báðar. Mínu var geggjuð. Finnst það ekki komið? Þín mynd? Já. Alveg geggjuð. Hefur hún komið í þessa podcasti? Já, við höfum talað um hana, já. Damn it. Já. Ég fekk til mín mjög skemmtlan gaur, hann rappari sem kallar sig Kíló. Oh my god, ég hlusta hann þátt, hann var fucking snill. Já, það er ekki. Sorry, ég blóta. Ég dýrk hann gaur. Já.
og Sariflata. hann talaði aðeins um Training Day og hann með þess að lekaði svona Já, ok, ég var ekki hann komið að King Kong ain't got shit on me, Já, eitthvað svona dót geggjur þarna. að það. Og Kíló fór í smá svona karakter og þetta var svo fyndið að leika. Já, geggja. Og ég þarf að hlusta það. Já, verður tjekka. Ég var að byrja á þessu, hérna, þetta er alveg mistari greinilega. Hann bara snillíkur, dýrkan sko. Já. Ok, kom þú með aðra mynd. Ok, ég er bara að hugsa uppáhaldsmyndin en ég ætla að spara hana því ég get ángríns sagt allt hana, ég elska hana svo mikið. Hvað með hana síðast? Já. Þú mátt kíkja í símaðinu eða þú mannst það. Þetta er ekki próf. Ok, já, ok, ég ætla að koma með teiknumynd núna. Ok. Hotel Transylvania. Ég elskar það. Fyrsta var alveg fín, ég sá hana. Já, fyrsta. Ertu ekki þannig fyrstu það? Jú, mér finnst bara samt 1 og 2 er geggjaðar, 3 er ekki góð. Var 2 líka skemmtileg? Já, mér fannst það. Já. En hún var samt svolítið svona, þú veist, svolítið svona rust into myndina, skilur. Þetta var svolítið svona, þú veist, fyrsta var gett svona dítaluð og gett svona margt skemmtilegt, en hinn var svolítið svona fast forward, skilur. Fattur þú hvað ég er að meina? Ég held það. Já, þú veist, það er svo leiðilegt þegar að fara svona ofrætt í gegnum myndir, skilur. Allt í henni er bara geðið mikið búið að gerast, en það er ekki farið nógu vel í dítalinn. Já, ég skilur. Þú ert að tala bara um sögu uppbygginguna og hversu hrætti farið við sögu og... Þetta var teiknumynd, sko. Það er alveg sögur Get this. Þetta er svona teiknumynd. Ertu þú hrifin af teiknumyndum? Já. Nei, ég sko bara vil bara horfa teiknumyndir. Ég var sko fyrst með 6 teiknumyndir á listanum af 10. Og ég þurfti alveg svona pínu að leggja hausinn í bleyti til þess að finna eitthvað annað heldur en bara grínmyndir og bara teiknumyndir, skilji. Okay. Ég er alveg með svona, þú veist, 3 sem eru svona kannski svona svolítið svona serious-myndir, skilju. En ertu þá, byrjum við, 3 ertu þá með 7 teiknumyndir eða? Nei, svo er grínmyndir og teiknumyndir. Já. Okay. En Hotel Transylvania, ég elska hana. Hún er bara, þú veist, ég elska bara svona allt sem er svona fyndið með svona góðum feeling og bara horfa á hana, þú ferð bara svona Já, svona good feel myndir. Þú horfir á svona myndir sem láta þér líða vel, basically. Já. Þú fílar það. Sem er geggjað. Þú veist. Nei, en það eru margir sem vilja það þegar horfa bíómyndir, bara eitthvað svona feel good. Já, eitthvað svona fyndið og svona létt og eitthvað sem að tengi við. Þú veist, ég er ekki eitthvað mjög alvarleg manneskja. It's an understatement. Og þú veist, þá finnst mér svo gaman að horfa á eitthvað svona sem er með smá svona auglahúmor og eitthvað. Ég vona einhver í þessu podcasti tengi við mig, ég vona sé ekki bara allir sem hlusta þetta bara, oh you suck. Ég meina, ég og vinkonu, hún horfði til dæmis bara á, hún er ekki 14 ára eða eitthvað, hún er alveg 29 ára eða eitthvað, og hún elskar teiknumyndir. Ángríns, fyrrverandi kærasti minn skildi þetta ekki, sko. Já, hann var alltaf bara, þú veist, ekki teiknumynd. Bara í hvert skipti sem vorum að finna mynd, þá var ég bara, getur vorst teiknumynd, hann bara, ekki núna, please, ekki teiknumynd núna. Og hann var bara, þú veist, við erum 20 og, þú veist, við erum 20 og eitthvað. Ég er bara eitthvað, hvað? Þú veist. Líka margar þessu teiknumyndir eru mjög vandaðar. Já. Þetta er ekki bara barnamyndir. Alls ekki, sko. Nei, mér finnst þetta ekki vera barnamyndir, þessar teiknumyndir sem ég, nema kannski. Það eru margar sjúklega góðar, ég er alveg sammála því, sko. Nema nokkrar. En ég hugsa, ef ég er alveg hreinskilin, ég hugsa ef ég myndi gera top 10 lista, það held ég að kemist ekki ein teiknumyndin á hann, sko. Þetta guðlast. Ein? Ég held ekki. Ekki ein? Nei. Ég held að myndi kannski ein komast inn á mér, ég nefndi að skrifa hana ekki niður, en það er bara líka svona út af því ég horfði ógeðslega mikið á hann í æsku. Lion King. Nei, ég veit hvað það er Pocahontas. Nei. Toy Story. Nei. Mulan. Hvað er eitthvað teiknumyndin mín? Já, Aladdin. Ariel, það er Ariel. Já, litla hafmeyjan. Litla hafmeyjan, já. Þú veist, það var svona gett feel good að horfa á þetta og því maður horfði svo mikið andra með krakki, skilju, en ég sett hann ekki niður. En samt líka því að þú ert svo mikið prinsessa á Ariel Princess. Já, sko, you know it. Ok, þetta er samt alveg fínt val. Já. Mér fannst þú skemmtileg. Já, mjög góð. Og ég hugsa að ég er hrifnar af henni heldur en fyrstu myndir. Þú veist, ég bjóst alveg við þessu, en whatever. Ok, hvað ert þú með ykkur hún? Mynd nummer 2. Boondock Saints. Já, hún er svona oflega hér. Já, mér finnst það ekki. Hvað er þetta 2? Hræðileg. Ok, af hverju fílaðir fyrstu? Fannst þú svona töff bara? Mér fannst það bara ógeðslega cool. Ég bara, þú veist, ég byrjaði að horfa hana, þú veist, þegar ég var 13 ára eða eitthvað og hún er bara ennþá á listanum mínu, bara þegar mér finnst hún bara gett svöl. Hún er svona, þú veist, alltaf retro, konseptið er skemmtilegt, geggjaðar leikarar í henni og mér finnst þeir bara, þú veist, ógeðslega cool. Flott atriði í henni. Já, ég man samt til ég sá hana. Það er svolítið síðan ég sá hana. Ég sá hana 2 svar. Það var svo mikið hæp kringum þessi mynd, hún kom út.
hún er örugglega 25 ára eða eitthvað. Já, hún er sem alveg mjög gömul. Og að ég er svo mikið svona byssu-gay og það er byssur í henni. Mhm. Ég var samt fyrir pínu vonbrigðum. Er það? Ég fannst hún ekki alveg nógu skemmtileg. Oh my god, í alvörunni. Mér finnst hún gegn. Ég veit bara hreinskilni í þessu podcasti. Já, Við bara erum báðar. 100%. Já, ángríns. Og ekki að leiðilegt, ég var bara, já, hún er æðisleg, bara allan tíman. þú er bara að segja það sem finnst, algjörlega. Og það er líka bara geggjað að allir hafa mismunandi smekk. En mér finnst mjög áhugavert að valið þessa mynd. Akkurru? Af því að, ekki það að, ég þekki ekki neitt. Nei, Ég veit ekki hvernig þinn smekkur er. nei. Það var engin nefnt þessa mynd í þessu podcasti, öllum Ekki? þessum þáttum. Og af því að hún gleymdi svolítið. Já, Og því segi, hún er 20, já, 25, 26 ára gömul eða eitthvað. En mér er svolítið töff að þú valið þessa mynd. Já, Þannig að býttu bara. Nei, þú fær kredið þetta. já, takk fyrir það. Hvernig líst þér á myndinu hennar? Nú er ekki síðan. Og veistu ekki hvað myndinu Ég er bara að verða fyrir að kenna, ég veit ekki hvað myndið þetta er. En eins og nú er, að þið eru systur, hvað er mikið myndleikar? 4 ár. Já. 4 ár. En ert þú þá ekki að segja við hana bara eitthvað, Ástþór, þú verður að checka þessa myndina? Jú, hún bara nennir ekki að horfa á þetta. Hún bara, nei, ég ætla að horfa á Kung Fu Panda. Jokes. Guðrún! En ef þú segir við hana, bara, herri, ég var að horfa á mynd, geggja mynd. Já, það var það eins. Segir hún, ef þú segir í Hótel Transylvania, myndi hún þá bara segja... Ég er enda að þú lest mig horfa á hana. Já, og líka Kung Fu Panda. Og þá varstu bara, hún er ekki góð. Já, hún er ekki eitthvað. Já. Fyrsta? Já, Og númer númer 2 tvö. líka. Ég held, kom ekki 3 ár? Jú, ég er svona, Ertu ekki með að sjá hana? Ég sá allavega 2, Ég- held ég. já, en Ég svo það ekki er þriðju. komið númer 3 en ég fíla hann ekki. Af því að, má ég segja það eða er ég að spoila ef ég segi? Þú myndi heldilega mátt alveg spoila. Þetta er taka það fram, þetta er spoiler fyrir Kung Fu Panda 3. Spoiler alert! En hérna, já, þá var hann, þú veist, að hitta pappa sinn, skilur, á fjölskyldunum sína, Ok, þú veist, í mynd nummer 3 og Já. pappans, þú veist, svíkur hann, en svíkur hann síðan ekki, skilur, og það er bara svona gett pirrandi væp eitthvað að, þú veist, hann var skilinn eftir, skilur, byrjaði eitthvað þannig, hann var ættleitur, eitthvað, svo fann hann pappa sinn og þá er pappans eitthvað svona ekki það sem hann var vonast til þess að myndi vera og svona meira svona, kannski aðeins dýpra dæmi Þyngri í, mynd, þú veist, meinarðu? já, eða ekki með þingri en þú veist, ég hefði svo mikið sett How to Train Your Dragon á hana lista þú veist, að því ég bara elska hana Það er ekki ekki mynd. það er hún geggjum er mynd, fyrstu góð. en Já. ég gat ekki sett hana því mér fannst svo sorglegt með dregana ég sett hann ekki En núna til dæmis, þetta eru teiknudýr, eru þið samt viðkomar fyrir svo leys? Já. þú veist, mér Smakaði þú mig veist, kall. þetta er bara svo sorglegt að maður tengir svo mikið við alvöru dýr Já, reyndar. Og líka bara, þetta er sjúklega vel gert og maður lifir sinni í myndin og það er maður bara, oh my god, nei, hann er gett sorgmættur eða eitthvað og bara Já. tekur ekki inn á sig. ég get okkur Toothless er bara, Og hann er bara, já, þú veist, snillingur. Toothless ég er bara, þú veist, ég var sko með Toothless í coverfótó hjá mér í svona marga mánuði einu sinni, sko Og þú þarf að segja þess að drekin. já, Svart. Toothless Já. er svarti Já. drekinn sem að hann þjálfar eftir að hafa skotið niður Ok, en hvað myndast þú með? Er kannski How to Train Your Dragon á listaninu? nei, að því ég tók hana Var hún fyrst og hún svo var tókst hana? fyrst, já, en Ok. ég tók hana að því að, hérna Mér finnst svo æðislega, ok. ég tók hana að því að mér fannst þetta svona þú veist, að því að mér fannst þetta vera svona pínu sorglegt með dregana í endan á myndinni Já. að þá var ég bara svona, æ, hún er svolítið ekki alveg uppáhaldið mitt að því að mér finnst þetta sorglegt Þannig að þú hætti við hana af því hún er svolítið sorgleg. já, bara því að tengja stýrum en ég er svolítið alveg með eina sorglega mynd Ok. Viltu koma með hann núna? Er það númer 1? nei, ég ætla að koma með fyrst myndina minn núna Já. Fyrstu? Guðrún spoilaði henni Kung Fu Panda Oh, þú veist, nei, ég ætla bara að Kung Fu Panda ég var bara, no oh my god, sorry. Er hún númer 1 hjá þér? já, Fyrsta Kung Fu já, Panda? já, ég kann hana utanaf ég er Já, ekki að djóka, satt. ég kann hana utanaf Hún horfir líka bara ekki mikið á myndir aftur og aftur og Já. aftur. Ég er enda þannig líka. já, En þú veist, bara svona 4 Of myndir. mikið. já, það er bara svona Þú veist, þú horfir kannski á svona 100 myndir aftur og aftur. Hún horfir kannski Hún er svona kannski 4, 5 ángríns, ég er bara með nokkra myndir sem eru bara alltaf í gangi. já, En ein spurning þá, ferðu á þessar myndir í bíó? nei Farðu ekkert oft í bíó? Jú, ég fyrir það. já, jú En þú ferð ekki á teiknimyndir? en ég fer ekki á teiknimyndir af því að það er alltaf með fucking íslensku og afskið það er alltaf með íslensku tali Já, ég meika ekki svo leys. Nei, ekki heldur. og það, Meika ekki. alla teiknimyndir í bíó eru með íslensku tali sem Já. er ókslega leðilegt Já. þannig að ég fer aldrei á teiknimyndir í bíó
en ég horf alltaf að þér heima og er alltaf bara, og alltaf þegar ég sé trailera ef ég er í bíó og ég sé trailera á nýrri teiknumynd, þá bara hætti ég ekki að hugsa um hvað ég er spennt að horfa eins og þegar það var að koma hana How to Train Your Dragon 3, þegar hann kynnist hana, Drekinn Toothless kynnist, skiluru, er svona annari svona sömu tegund nema hvít og ég bara, ég er sko búin að vera að bíða eftir þessu mynd, ég finn hana hvergi, ég er ándjús búin að bíða eftir henni árið eða eitthvað, ég veit ekki eins og hvort ég er búin að gefa hann út. COVID. Ángríns. Nei, 3, er hún ekki komin? Við googlum þetta eftir. Ósla móðkvæm. En var hann þá að finna eitthvað svona maka? Er það það? Já, þú veist, þá er hún svona gett sjálfgjör, þá er hún svona albunói af tegundur hans. Ok. Skilju Gett sjálfgjör. Þetta er uppáhaldsmyndiðin. Nei, þess að Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, já, einmitt. En já, þá er hann svona eitthvað að kynnast henni og eitthvað svona, skilju, þannig að það er svona smá romance í henni. En varst að segja, kæristinn horfur ekki með þér á það? Nei, fyrrandi. Já, fyrrandi? Já, nei. Hann bara fílaði þetta ekki? Hann er með bara mjög mikið svona, hann elskar Office og Trailer Park Boys og hann er með bara svona þannig húmor. Já, og svona húmormyndir og ég, þú veist, og hann bara tengir ekki neitt í teiknumyndir af því að hún finnst það svo barnalegar. Skilurðu? En ég held að þetta sé bara gett alið upp í okkur af því að mamma horfir ennþá er svona, mamma horfir alltaf á mikið. Teiknumyndir og Harry Potter og Lord of the Rings. Já. Svona ævintýra dót. Geðveikt mikið, bara ennþá, bara langar að koma byrjum að horfa á Pocahontas. Já. En er hún þá aðalega að horfa aftur á gamla myndir eða er hún jafn spennt fyrir nýjum? Hún horfir ógeðslega mikið á gamla myndir og hún horfir mjög mikið, þú veist, hún er svona ástós, horfir myndir aftur. Ég er ábygglega svona alin upp við þetta og þetta er ábygglega svona comfort feeling. Ég sé ekki alin upp við þetta. Það er svolítið fyndið að þið erum svo svakalega ólíkans með. Ég veit það er ógeðslega spes. Þetta er mjög skrítið, sko, því að við erum eins í öllu samt, sko. Að þetta er svo svakalega ólíkt. Þetta er ekki bara eitthvað svona smálíkt, þetta er alveg bara svart og hvít, sko. Og þetta er svona eina sem er svona geðveikt ólíkt með okkur. Já, ángríns. Það er mjög gaman að fá okkur báðar í þáttinn. Já, gaman að koma. Já, svona til að heyra munin. Mjög skemmtilega. Þar þú ert með Kung Fu Panda. Það er bara my all-time favorite Kung Fu Panda. Það er bara, ég tengi svo mikið við Poe, sem er, þú veist, Kung Fu Pandan. Offindisjúklingurinn Pandan. Ángríns. Það er Jack Black, eða ekki? Jú, ég er þessi panda, ég er ekki að djóka. Ég er bara, I feel you, bara með öllu sem hún gerir í myndin, alltaf bara, I got you. Ángríns. Finnst þið bara svo að þú sért Kung Fu Panda? Poe? Aftur eitthvað? Ég eitthvað, I wish. Finnst það bara að geta svo flottu karakter? Já, mér finnst bara ég vera alveg svo þessi karakter. Þú veist, hann elskar mat og ég elska mat. Twinning. Og þú veist, hann leggur gett hart að sér og vill gett mikið, skilur, svona, þú veist, gera vel og eitthvað svona, þú veist, og ég er alveg þannig með íþróttir og hann er svolítið með, þú veist, Kung Fu, ok, ég trú ekki að sé að tala þú veist, en allavega, og hann er ógeðslega klaufskur. Þú líka. Og ég er spastískasta manneskja sem að ángríns, ég er svo, nei. En má maður segja það orðið í dag? Örugglega ekki. Það er ekkert að því, svolítið. Það er ekkert að því að vera spastískur. Nei. En erum við að nota það rétt? Já. Þú veist, við hefum mátt segja þetta fyrir 20 árum, en ég veit ekki hvað sem ég segja þetta. En sko, þetta er alveg mín vegna, ég fór bara alltaf inn að hugsa, í dag, það var svona viðkamara. Þetta er alveg góða punktur, en ég veit samt ekki. Þú ert brussa, segjum það. Já, brussa, skilju. Og klaufs. Klaufi. Spastísk er náttúrulega sjúkdómur, eða ekki? Jú. Já, ef það er hreyfihömlun, eða hreyfilömun eða eitthvað svoleiðis. Það sem að þú hefur ekki stjórn, ég held að sé svona, það sem, ok, ég gett byrja að tala um þetta. Já. En það sem þú hefur ekki stjórn svona eitthvað taugasjúkdómur, Já. Eitthvað óstjórnlega hreyfingar. Já, og ég held að þetta sé bara, þú veist, þegar einhverju klaufskur skilju þá svona líkti kannski saman en það er ekki það saman, það er kannski ekki rétt að nota þetta. En svo líka í saminginu, eins og þess að við erum að tala núna, við erum ekki, það er sem fólk gleymist það er svona samingi ef það er eitthvað sem er sagt eða... Já. Og ekki illa meint. Nei, nákvæmlega. Nei, alls 100% ekki. Og við bara, þú veist, ekki þannig í gangi, skilju. Nei. En svo fyndist það. En fólk getur túlkað þetta bara og varði gett móðgað og gett, þú veist, hartbrokin. Já, þetta er svo daginn þá tók ég upp með félaga mínum og við vorum að tala um mynd, það sem aðal karakterinn er melludólgur. Já. Og ég fór svona að hugsa... Hvað er það? Pimp. Að vera pimp. Pimp? P.I.M.P. Pimpastrós. Veistu það ekki? Þá ertu maður. Sem ertu að selja... Já, það er vændiskonur sem í rauninni vinna fyrir þig og þú selar út. Já. Og ég fór svona að pæla, er eitthvað betra orð? Við melludólgur. Ég held ekki. Ertu að meina þig mellaða ljótt orð? Já, þú veist, maður á frekar að segja vændiskona. Já. Vændistólgur.
Vændiskonu dólgur. En ok, höldum að það að tala um Kung Fu Panda. Það er svona þessi léttara, skemmtlara. Já. Ok. Þú bara elskar þessa mynd. Já, og þú veist, allir karakterinir, þú veist, í þessu sem eru þarna The Furious Five. Var ekki Angelina Jolie? Jú, hún er að tala fyrir Tigress. Var hún ekki harðasti karakterinn? Jú, hún er harðasti karakterinn sem er svona softy on the inside síðan. Hvað var hún? Hún var refur. Tígristýr. Tigress. Já, alveg rétt. Svo var eitthvað api líka. Já. Og engispretta. Engispretta, já. Og slanga. Og fugl. Og svo var eitt sem var gamli. Hvað var hann? Hann er yfir. Nei, hann er svona, hvað segir maður? Hann er svona brúnn þvottabjörn. Nei, hann er brúnn þvottabjörn. Þvottabjörn. Já. Hann er brúnn þvottabjörn. En hann var svona, var hann ekki kennarinn? Eða svona aðal... The master. Já, eitthvað Sifu, eitthvað svona... Nei, og svo var skjaldbakan. Já, hann var svona aðal. Já, sko, Sifu er þú veist kennarinn, en the master er þarna Oogway, skjaldbakan. Sem talaði ógeðslega hægt og gerði allt mjög hægt. Já, það er hann en svo deyr hann. Í fyrstu myndinni? Í fyrstu myndinni. Já, það. Já, alveg rétt. Og þá, þú veist, þá, skilur, fer Pói gett svona mikið ströggul, skilur, og er bara eitthvað, þú veist, ég ætla ekki að vera, þú veist, af því að hinn var búin að reyna skólanum í burtu, þú veist, af því að hann var bara, you're just fat panda, alltaf að segja þetta við hann, skilur, og þá var hann bara, mér er ekkert ætlað að vera þetta, eitthvað svona, svo tekur hann sér bara á og verður geggjaður. Já, hann var alveg svolítið harður í lokin. Já, af því að, þú veist, hann notaði bara sína svona, það sem voru talin veikleikar í og notaði það sem styrkleika. Þú veist, að hann fattaði það þannig, Sifu kennarinn, af því að hann labbaði svona í burtu og var að segja honum að apinn væri alltaf að fela, þú veist, kökurnar sínar upp í skáp, upp í hotninu. Og hann emotionalítar, alveg eins og ég. Og hann var svona testan og svona labbað út og Pó bara, kökur, skilju, og fer bara og klifrar, þú veist, í efstu hilluna og situr í svona splitti Já, ég man eftir þessu. Og þá er hann bara, oh my god, svona, þú veist, verður hann til að þjálfa hann. Og þann þjálfar hann með mat og þetta er bara everyday life, sko. En það er oft sem er svona skemmt þessu teiknumyndir, þeir eru vandaðar, oft vel skrifaðar, það er oft svona fallega boðskapur í þeim. En þeir eru svona nánar systur, þá verður að spyrja út í eina mynd, teiknumynd, Frozen. Hvernig fílaði hana? Við bara Nú? Já, mér finnst þetta overrated, sko. Mér finnst þetta ekki. Já. Hvað er að okkur samt? Að því ég hef ekki heyrt neitt segja að Frozen sé ekki góð. Finnst þér hún ekki góð? Mér finnst hún ekki góð. Mér finnst hún, þú veist, hún er ekki í topp, sko, 20 teiknumyndunum mínum. Það ekki? Nei. Mér finnst hún, sko... Það er bara svo mikið að geggjum teiknumyndum. Já. Ég myndi setja hann svona ólega mér. Ég held bara líka, mér fannst hún dálítið svona mikið hæpi kringum hana og þú veist. Mér finnst hún bara full dramatísk fyrir minn smekk. Það er kannski ástæður ég fíla. Fór sem action lífi. En það sem mér finnst flott við hana, ég hef ekki oft séð þetta í svona myndum, eitthvað svona Disney teiknumyndum, er að mér finnst þetta flott, að það er, ég fekk Ernu til mínu daginn, Ernuland, hún kom hérna, að því hún er svo mikið að tala um svona jákvæða sjálfs, en það er líka um símynd og svona, body positivity, og hún var líka að tala um þessi Disney, það er svo oft bara eitthvað svona, konur get ekki verið hamingisamar nema að finna sér prins og eitthvað svona. Ég hef aldrei pælt því sem hún sagði þetta. En í Frozen er þetta bara ástamilli systra. Já. Mér finnst það svolítið cool. Það er þetta mjög fallegt, sko, þegar þú segir það. Og þetta er alveg, ég er alveg sammála með þetta, skilur, gömlu myndnar eru rosalega mikið bara eitthvað að láta berga sér og svona. Nema Pocahontas. Og Mulan. Já. En það er líka svolítið harðar á það ekki? Jú. Eða svona alveg eitthvað svona, næstu bara svona stríðsmenn, eða svona stríðskonur Já, pínu svona stríðslegar, já. Þá kem ég öðru, mér var samt bara alveg sama, þótt að það sé þannig og þegar mér finnst það bara geggjaðar myndir. Og ég er ekki að pæla í þessu. Nei, en sammála, sko. En svo fyndi að heyra eitthvað svona, af því að ég var búin að sjá allar þessar myndir. Já, en ekki búin að hugsa þetta svona. Ég hafði ekki pælt í svona, en leðum sagði þetta, þá var ég bara svona, vá, það er svolítið alltaf til í þessu. Þetta er samt alveg satt að því að þú pælir öllum nýju teiknumyndunum sem eru að koma núna, þú veist, eins og Moana, þú veist, hún fer að bjarga, þú veist, hún er stelpa og hún fer að bjarga, þú veist, hennar hometown og, þú veist, Frozen, þetta er svona, þú veist, fjölskyldu ást, skiluru og mikið á svona tilfinningulegri, þú veist, stjórn, en þú veist, svona, þú veist, gett svona, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta, skilur. En því ást líka þarf ekki alltaf að vera á milli, en það þarf ekki að vera eitthvað svona kynferðslega. Nei. Ást getur alveg, mér veist það svo flott í Frozen, það komið svolítið óvart.
og líka vinástin og vini líka já, þú veist, að vera bara svona náinn og elska hvort annað bara sem vini líka þannig að, þú veist, Frozen mjög flott teiknimynd en bara svona dramalega séð, þú veist, finnst mér að kannski svona aðeins svo mikið ég fatt hvort við, ég held að það sé ástæðan fyrir ég fíla hún komur óvart, að ég ekkert svaklega hrifin á svona einhverjum fluffy skilji, ég er ekki dröndið um þína myndi, Kung Fu Panda er enda góð hún er ógstafindin en ég veit ekki, svo því svo Frozen ég var bara eitthvað, wow, þetta er alveg ég skilji, mér fannst það bara ekki skemmtileg eða ekki, mér fannst lögin svo geggi lögin er þetta geggi, en ég bara komið ógæmt þetta var svo mikið spilað, sko okay. allir krakkar voru að syngja Let It Go, heldur Guðrún alltaf áfram að spila þetta lag fyrir fugli sin fugli minn elskar þetta lag reyndar hún alltaf þegar hún setur það á að syngja með honum og leifa honum að hlusta þannig að þetta er alltaf heima þetta lag þegar ég sá hana fyrsta smynd ég var bara einn heima oh my god og ég var bara svona, ég tjekka Frozen bara Netflix eða eitthvað og ég held bara, ég hugsaði þetta er pott eitthvað drast, það er bara overhyped ég var bara með broslandan tíma sko. það gekk ég samt þú fílar bara svona dramatíska teiknimyndir greinilega, ég var ekki að gráta yfir henni en ég var bara svona ég held svo mikið með Elsa og Anna hann er mjög bara svona gæðið touched hún svínvirkaði fyrir mig ok, förum aðeins yfir þín Guðrún, hvað myndir þú með aðra? Ok, við erum að tala um svona systra og fjölskyldast og svona, þá ætla ég að koma með eina sem er geggjuð Warrior Er það að tala um MMA-myndina? Já Þú er búin að sjá heila hellinga gamla með þetta Hvernig fílar Tom Hardy? Ég elska Tom Hardy, hann er sko uppáhaldsleikari minn Ég er svo skotin í honum Hann er geggjaður leikari Bane, geggjaður Bronson, geggjaður ég bara elska hann er snillingur og hann er svo ógeðslega dedicated í þessu sem hann gerir og mér finnst líka bara svo töff, þú veist, ég held að hann sé óvirkur alkoholisti, óvirkur, þú veist hann allan að var í einhverju neyslu eitthvað dót hann var í rugli hann var í rugli og núna er hann bara búin að snúa sig algjörlega við og bara er bara all in bara í þessu sem hann er að gera og bara geða ykkur transformationi og bara, mér finnst hann sjúklega töff leikari ég elska hvernig hann talar mér finnst hann bara ógeðslega cool og mér lokatrið í þessari mynd þegar ég horfði á þessa mynd, þá bjó ég til London þetta tvo bræður sem þurfa að slást og ég græti aldrei, þú veist, ég græni ekki alltaf, hún er alltaf grænjandi þú veist, hún er alltaf grænjandi en þú veist, ég actually bara grét í lokaatriðinu þessari myndir, þeir voru að slást hvern annan og tónlistin var svo mögnuð þetta var bara, og ég var bara eitthvað, fæk massa heimþrá bara, þetta bara get beautiful boðskapur í, sem fannst mér sem gett átaklegur þetta er alveg þungmynd, skilur, pappa er alkoholisti og þú veist, þeir eru alveg erfitt og en þetta er bara svo, minnst það svo töff mynd og það er ekkert mikið kannski, þú veist, talaði í henni þú veist, hún er alveg dökk og svona en minnst það bara ógeðslega flott Ég er alveg saman, ég fíla það alveg Það ekki? Jú, ég er alveg hrifin af MMA ég horfði mikið á UFC og svona og ég elska Tom Hardy og Nick Nolte sem leikur pappan ógeðslega flottur hann er rosalega í henni maður bara trúir að hann sé alkoholisti Ég veit það bara atriða sem er á nærbólnum og þetta bara var ekki Tom Hardy að tala við hann í því atriði það var látakanætt líka sko. gott val takk þið eru Kung Fu Panda og Warrior þetta er alveg en slagsmál og slagsmál en samt, hvað heitir aftur myndirnar sem hann leikur í Tom Hardy þar sem hann er bræðurnir sem að Peaky Blinders Legend leikur Tvíbrabræður heitir hún Legend já, þetta er ekki sem gerst í Bretlandi Kirkbræður nei, hann þetta er rétt hjá honum, hún heitir Legend það sem við horfum á það sem annar er svona daldið geðugur og hinn er svona það eru glæpamenn samt og hún endar með, þú veist, kærastan hans endar með að drepa sig Legend fyrir ekki, ég er eitthvað þessi snúra svo mikið að þvælst fyrir mér sko. Sett hann bara eitthvað það sem buggaði hún svo mikið flætti hann, mér fannst hann leika það hlutverk geðvægt vel og svo maður, þú veist, horfum líka á myndin akkur er nafnið stól úr mér þú bara mannst aldrei nefn ég veit það ég skal reyna að hjálpa þér fórum á bíó það sem að geimverurnar svo hann viti það mannstu þeir fórum í bíó ég var ekki með nei, ég veit ekki hvað ég horfði á því þú mannstu þeir fórum í bíó hvenær var það? Ég ætla að segja þig við fórum öll saman á henni bíó held að þú og Ingi hefur nýbyrjað saman og við fórum með Inga á henni bíó og þetta er geimverurnar og hún fer inn í hann Venom
ég elska Venom, mér finnst hún gekk góð en þú veist, ég veit hann, þetta er nefnilega hræðilegt sko. Mér finnst hún góð. Aha. Já, en mér finnst hún skemmtileg. Þú er bara svo hrein á Tom Hardy. Já, reyndar. Já, það var líka með að segja. Því ég bara, að hann getur leikið, að mér finnst það með svona fjölbreyttan eins og hann er svona smá grínisti þar en samt svona gett alvarlegur og svo getur hann líka verið svona bara alveg á hinbógin, skilur, og maður trúi ekki mikið að hann sé þessar personur. Hann getur bara leikið alveg öll hlutverk, Já, held ég. hann er geðveikt góður leikari, þannig að, þú veist. Hann er líka, ég hef oft sagt með leikara og leikonur, þú getur alveg verið góðu leikari, en mér finnst þetta ekki gana að horfa á þig. Já. En, Það er ógeðslega gaman að horfa á hann. já, það eru sumir leikarar sem eru góðir, Já. og það er líka bara svo gaman að horfa á þá leika. Mér finnst Tom Hardy þannig. Ok, Já, hann ég er svo sammála. mikið þannig, eins og þarna í sveitinni. Lawless. Já, vá, ég elska bara, ég segi bara eitthvað stefn og því bara þetta. Já, hann var líka Hún er geggjaður í geggjuð. henni. Já, Hún er Það geggjuð. enda- Ógeðslega góð. Ég er búin að sjá hana, það er enda mjög góð mynd. Já, þú fílar hana? Mér finnst hún mjög góð. Já. Þú veist, ég fíla alveg svona myndir en þær, þú veist, verði ekki svona mikið eftir í mér eins og allar hinar fyndumyndirnar. Skilju, það er eiginlega bara það. Ég meina, það er bara þinn smekkur, er bara þannig já. að þú ert hrifnar af eitthvað Gerðu það léttara. afsaka þig. Nei, þú veist, Nei, mér er eins og núna fatta ég allt í henni þessa mynd og þá var ég bara, ok, hún er geðvik, þú veist, Já. ég fíla hana ógeðslega mikið. Lawless. Já. Já. Og hann, þú veist, leikur sjúklega vel í henni og núna langar mér eiginlega bara að fara heim að horfa á hana, skilju, Ok. ég veist það er svo mikið á svona alvöru góðum myndum sem ég er bara búin að gleyma, Já. skilju, að því ég er bara búin að horfa þær einu sinni, fyrst það geggjar, en svo vil ég bara horfa teiknumyndir, skilju, og horfa bara á þær. En veitir líka hvað geggja með hann. Þegar hann leikur, hann er svo ógeðslega intense. Já. Hann þarf ekki eins og segja neitt, hann er bara að horfa Já. og svona stundir hann tala þá urrar hann smá. Fatti? Já. Þú veist, Þess vegna fílar hann, hann er Já. svo hundalegur. að þú veist, hann er bara svo ógeðslega cool. Já, ég dýrka líka, Já. sko. Þetta er alveg, mér finnst það líka svo, ég var að tala um félag minn, mér finnst vant eitthvað svona yngri leikara, Já. hann er ekki gamall, ég held að sé kannski 41 eða eitthvað, að mér er svo gaman að horfa á eitthvað svona intense leikara. Hann minnir mér svolítið svona á þegar Robert De Niro var að koma, Já. Al Pacino var að koma, Já. svona þannig leikara, mér finnst Einmitt. vantar svo lýst í dag. Sem eru bara legend. Já, sem eru svona, oh my God, setja satt. dýta Já. og er að gera eitthvað svona, eins og með Venom. Já. Mér finnst hann ekkert spes, en mér finnst það mjög áhugaður framista hjá honum. Já. Já. Hann ákvað að leika Já. hennar karakter svona. Já. Nákvæmlega. Hann selur mér stundum myndi bara. Já, ég er sammála, sko. Mér finnst það góður, sko. Ef Sammála. að ég veit að hann er að leika einhverjum myndum, þá langar mig Þá ekki veistu bara að það. segja frá þér góð mynd, Veist, skilju. ekki einu sinni það, heldur, ég veit bara að mér finnst gaman að horfa á hana út af því hann er í henni. Ok, pervert. En svo er líka stundum þannig, ef maður er skotin í einhverjum. Já, ég veit að það veist. Þetta er eins og ég á svona nokkra leikonur, sem ég er svona alveg, eins og vinkunum gerir sem ekki grína verð. Ég er alltaf að tala með Eva Green, veit þið hvað það er? Nei. Nei, Já. eða býttu. Hafið þið séð Casino Royale, bondmyndina, Já. sem kom út fyrir 11 ára síðan eða eitthvað. Já. Eva Green. Fyrsta myndin með Daniel Craig. Nei, hún er ekki mótel. Ó. Það eru dökkar. Já, ég skal setja bara svona mynd af henni hérna, Já. að þið erum að tala um hana. Andjús. En ég er svona skotin í henni. Ok. Og vinkunum gerir sem ekki grína verð, því ég er alltaf að koma Eva Green inn í allar svona kveikmynda saman. Þetta bara, Það er lögga hana. En mér finnst það líka bara góð. Já, ok. Þannig að ég skil gott við það, maður er svona hrifin af einhverju leikara, Já. það hjálpar til. svona væpar við einhvern ákveðin Já, leikara. Það er svona já. þannig, skilju. Já, algjörlega. 100%. Hvað ert þú með meira? Let me check. Já. Hvað eru við konum um? 4 myndir eða? Veit það ekki. Nei, þú með 3. Ég er búin með 3 og 3, held Já. ég. Ok, núna ætlum ég að koma með eina sem að þið er ekki að fara að búast við. Ok. Sem að ég er samt, ok, Jane Eyre. Já, það er eitthvað svona high drama. Það er ógeðslega hæg drama og ég veit ekki, það eru svona einhverja myndir sem að gerast á þessum árum. Já, svona periodmyndir. Já, Mhm. það, ég tengi sjúklega mikið við þær og ég veit ekki einu svona af hverju. Mér finnst bara, Þú er kannski gömul sál. já, Trúið á svoleiðis? já, Já. oh my god, Já. við trúum svo mikið Já. á svoleið, sko. Vá, við höfum er það sameiginlegt. annar heimur, Já, sko. Vá, já. við vitum ekki neitt, sko. Ég held að ég sem er að lifa svona 600 sinnum, sko. Já, ég er bara, Já. Þannig að þið trúið á endurólgun? já, Ég líka. Já, Alveg. og því að það bara make a sense. á enda lokin. Sagður það? Endurhólk. Nei, Ég eitthvað, já. endurólgun. Þeir trúa Já. endurhólk. Já, endurhólk. Já. Já, það eru viss endurólg, en þú farið nýtt upp af. Já, veist, annar líf eftir döða. Já. Eða fæðast aftur. Já, ég reynir bara að þegar Það þú bara- deyrið. Já. Að það fæðast aftur. Já, Eða það er já. líf eftir döða. Já, Hvort? já. Ég trú að maður fæðist aftur. Ég trú á bæði. Ég líka. Ég trú að það sé líf eftir döða og svo fæðast Ég held að við deyjum og við förum einhvert og síðan fæðist aftur.
Já, meni það. Já. Haldið að maður degi ekki bara og svo bara opnar augun og þá er það bara nýfætt barn einhvers staðar. Þú veist, ég held að sé einhver tíma á milli sem við veitum mikið um. Af því ég meina, þú veist, ég trúi svo mikið á sálina. Já, Ég líka. Og hvert fer sálin, þú veist, þegar hún farin úr hylkinu, skilurðu. Það er svona, það er eitthvað annað. Ég bara trúi því að það sem ég sjáu hér, Já. þetta er bara faratæki sem ég er í núna. Já. Þetta er ekki ég, sko. Oh my god, það er svo gaman að heyra sem finnst þetta líka. Finnst þetta engum. Jú, en þú veist, það er alveg hópur af fólki sem finnst þetta, en þetta bara er ógeðslega tabú. Já. Já, kærasti minn er sammála. Við til þess, það er svo fyndið, þegar við byrjum að hittast, Já. þá er þetta svona fyrsta spurningin, eitthvað svona. Og við bara svona spullum saman Já. með það. Væpi bara með þetta. Já. Hún er svona líka. Hún er líka svona, Já. svona andleg og ég er nefnilega, mér er svo skrítið þegar ég þekki alveg fólk sem trúi því bara, maður bara deyr, Og bara eins og þetta. það er bara, þú ert bara dauður, þetta er bara alveg búið, það er ekkert himnaríki, það er ekkert engin endurhólkun eða svoleiðis. Þú veist, Ég trúi því ekki. mér finnst það bara ekki meika sens bara miða við allt sem að maður lærir bara drauga til dæmis og Trúa og drauga. Nei, Já. þú veist, bara eins og, já, ég trúi En væntanlega fyrst þið trúa á sálu, Já, það ekki? en ég Ég trúi meina alveg að, þú veist, að þú veist, ég held bara, eins og ég mun að segja svona 7 sinnum núna, Já. að við vitum ekki neitt. Já. Það er til allt Akkurat. annar heimur, það er til fullt af vítum, það er til fullt af dóti og við vitum ekki neitt um það. Skilur við erum kannski aðeins farin að snerta á íseganum á einhverju, eitthvað Já. x mikið af fólki, Mhm. en þú veist, ég held að ég var bara, þú veist, hróka ekki ykkur, ég myndi vera að segja bara, nei, þú veist, ef við deyjum þá bara er það svona og ég veit að ég hef ekki hugmynd um þú veist, það. að því að, já, En ég trúi að við fæðumst aftur. líka bara, ég, já, er svo mikið þar skilur að það er einhvers þar byrjað þetta skilur, Jesú, Guð, orkur, sálir, ekki orkar, en orka skilur, ég sagði orkur, svo var ég bara nátt. Þú ert þannig orku, Orku skilur í náttúru, energy. já, Já. þú veist, og Hvað máttu bara að fara með þetta? En ég skildi. já, og drauga og allt þetta og einhver staðar byrjaði þetta eitthvað að því að einhver vissi eitthvað, þú veist, það byrjaði Það sé ekki bara ekki þannig, bull. það byrjaði bara ekki þannig að fyrir biljón árum var bara einhver, svona er Jesú, svona er draugar, svona er þetta og svo heldur bara þessi hjátrú í gegnum bara mörg þúsund ár ósnert, skilur ég held að, þú veist, það sem við vitum sé að því einhver veit eitthvað, skilur að því þetta er alltaf konsistent. Já, meinar þá að þetta geti ekki allt verið tilvílun, það hlýtur að vera eitthvað til í þessu, fyrst það já. eru margir búin að tala um þetta í svona langa tíma. Já. Tala um það? Takk fyrir. Það er það sem ég er að minna. Svolítið er við það komið í ganga eftir orkana, sko, ég er bara, wait, ok. Já, ég skilji. Mér finnst það þegar fólk segir bara eitthvað, já, ég trú ekki drauga, ég trú ekki neitt. Ok, það sjálfsögur þinn réttur, trúa það, að bara trú ekki neitt. Mér finnst það samt eitthvað svo einmannlegt. Já, Ekkert smá. sammála, sko. Bara eitthvað, þú veist, trúur ekki, þetta er svo fyndið svona með smábörn. Oft eru þau með eitthvað svona karakter. Hvaðan kemur það? Akkurat. Já. Þetta er áður en að fá eitthvað svona uppeldi Já, eða búin að hitta já. önnur börn eða, Já, þú veist, hvað er það? já. Sálin. Það er Já, sem ég ég vil held það. að- Já, ég held að líka. Ég trú Já. ógeðslega mikið á sálinu. Ég Ég held að fyrir lífin okkar, þú veist, imprintist í sálina, í undirmeðnuna, þótt að við vitum það ekki, Já, ég er sammála. þá held ég sko að við tökum það alltaf með okkur yfir í næsta líf, Já. lærdóm. Já. Og þú veist, við erum svona út af því að við erum búin að ganga gegnum eitthvað x dæmi. Já. Ég myndi segja það, þess að Sammála. fólk eitthvað er tilgöngu lífsins. Það er bara að læra, Ég held það þroskast. líka. En þú gerir það bara ekkert á 80 árum. Nei, Nei. Það er svo stuttur tími. algjörlega. En ég er 100% sammála. Já. Við hefum þetta Já, sammeilegt. Skemmtilegt. Já. Að svona þú hoppar yfir í og tekur eitthvað með þér sem þú veist bara ekki af. Já, gaman að heyra það. Já, Já. ég sammála sko. Mér er gaman að þér finnst það líka. Já, Ok, 100%. að því að við erum byrjað að tala um það, Já. þá verðið bara að skjóta þessu út í Ok. trúar og geimverur. Já. En ég veit ekki hvort ég trúar að koma hingað. Ok. Vegna þess að það meikar bara svo ekki neitt sens, þú veist, ég ber alveg fulla virðingu fyrir skoðunum annara og hvað öðrum finnst og allir er rétt á sínu skoðun, en hvernig finnst þér að meika sens að við veitum einu svona ekki sko helmingin af sjónum hérna á jörðinni, hvað þá það sem að er skilju í alheiminum og
og bara hvernig heldur fólk að sé ekki til Ekki annað líf, eða þú veist, eitthvað. Já, bara eitthvað, í hvaða formi sem það er. Já. Mér finnst þetta ekki eins og vera bara eitthvað, þú veist, spurningum. Nei, þú veist, auðvitað eru til geimverur. Já, þú veist, mér finnst það, fyrir mér er þetta bara staðrind. Ég meina upp á líkunar, upp á stærðfræðina, Já, það er einmitt. miklu með líkur að sé eitthvað líf til, við bara, að þetta er svo mikla fjallaðir. Já. Já, einmitt. Það er svona líka, ég veit ekki hvort það er, ég er alveg 100% viss að það er sem til geimverur. Já. En það er að komi hinga, er að ræna ykkur fólki og eitthvað. Þetta er svo svakalega fjallaðir. Ok, hvað heita þættirnir sem að þú sýndi mér og ég var bara, það voru geða konsistent sögur. Já, ég man það ekki. Var það með eitthvað svona geimveru? Að það var bara svona, hvað var það? Það var svona hunted. Hunted, já, ég held að. Hunted. Er það að tala um haunted? Hunted. Nei, er það að tala um H-A-U-N-T-E-D? Já. Ekki að veiða, heldur Haunted. eins og reynd. Já. Og þar voru svona draugasögur og líka geimverusögur af fólki að segja þetta og það var alltaf eins hjá öllum sem sögðu. Ég sá þess að þetta. Nei. Ég sá fyrsta þáttinn. Ætlar að dýpa einhvern það? Var ekki eins, erum við að sjá þetta allt? Já. Var ekki eins sagan? Það sem eitthvað konar að segja að pappinar hafi verið eitthvað fjöldamann og grafið eitthvað fólki. Jú. Það var voru systur, Ég það held var að sé endar allt alveg kjaftaði, sko. Já, það var endar mjög weird. Ég googlaði það líka, þetta var eitthvað svaka saga. Ég veit það, og svo bara fluttuði eitthvað aftur inn í hús og hendur bara öllum, þú veist, dótinu sem voru sönnagagn og eitthvað. Já, þetta var eitthvað svoleiðis. Þetta meikaði ekki sens, Þetta var svona voðalega, og svo fyrir ég eitthvað að googla það. Mhm. Og ég held að þetta sé svona eitthvað, Já, skeptist fólk, eða svona ég er skeptiskur á þetta. já, ég er Ok, enda kannski þessi þáttir. En Hinir! ég er enda alveg sammálaður með þannig þátt. Ég var bara eitthvað, ég fór strax að googla þetta og bara, oh my god, bara hvar er þetta mál? Ég fann ekkert um þetta. Ekki heldur, Nei. nema bara eitthvað, þú veist, að þetta var bara Kjaftaði. bullshit. Já, basically. Já, fjöldamorðingi og svo áttan að vera líka djöfladýrkandi. Já, þetta var eitthvað Það var bara eitthvað svaka rosa saga. dæmi sem að ætti bara að vera bara FBI Most Wanted nr. 1, skilji. Já, En já. það veit enginn neitt um þetta. Nei, aldrei neitt frest um þetta. Þetta var svona skriðið. Já. En ok, Jane Eyre. Jane Eyre. Það er svona gana að fara svona út úr. Já. Það er nöðslegt. Ok, þú fílar hana. Ég hef ekki séð hana. En það er bara Ég veit ekki hvað ein það er ákveðin útgáfa sem ég fíla. Já, það er bara búið að gera nokkra held ég. Það er búið að gera svona 4 eða eitthvað. Er allavega það 3. Jane Austen, nei hvað er eitthvað svona, eitthvað rithöfundur sem að, Er þetta eftir Jane Austen? Er þetta svona, þú veist, svona periódrama, búningadrama. já, ekki? einmitt. Jú. Já, ég hef ekki séð hana samt. Nei, sko þessi mynd, ég veit ekki hvað það er. Bara, ok, þetta hljóma svo lonely að segja þetta. Ég veit ekki hvort ég vilji Jú, segja segðu þetta. Það er enginn að fara að horfa á þetta. Segðu þetta. Já, það er enginn að fæla í þessu. Þú veist, mér finnst bara svona, svo, ég ætla ekki að segja heillandi, Já. en ég fæ svo svona mikið, bara svona, svo mikla innlifun þegar að ég sé svona mikla svona true love í myndum, sem er svona ekki bara eitthvað svona, Ekki Tinder date. Já, sem er ekki bara eitthvað svona nútíma, heldur bara svona gamaldags, klassísk ást. já, ok, ég guppa yfir mig, en samt skilur þú veist, Mér var svo flott orðið mér. Já, það er mjög. en ég verð bara eitthvað svo touched Já. og þú veist, endur náðu þessari mynd þegar að bara hann þegar hún hann kveikir í húsinu Já. spoiler alert þegar að þá konan sem hann var búin að vera að halda gíslingu í húsinu Já. eða kastalanum, kveikir í honum og hann verður blindur af því hann lendir í svo miklu eitthvað og svo finna þau svona hvort annað á endanum. Ég fer alltaf að grenja eftir þessa mynd. Ég veit Veitu, var hann hvað þetta blindur? er. Voru bæði blind? Veitu, hef ég séð þetta? Ok, þetta er sem sagt, þú veist, þetta er að hún fer inn á, hún sem sagt munar leysingi. Hún, sem sagt. Já, þessi Jane Eyre, Já. þú veist, er mjög ung og er á svona munar hæli og Muna að lesa ekki hæli. Muna hæli, það hljóma sem svo eitthvað, svona ríkidæmi. Já, það er artist. Nei, það er unaður. Já, jú, er það ekki munaður? Já, nei, Er unaður. ekki munaður frekar, nú hljóma þessu okkur kjánar, munaður er ekki frekar svona eitthvað ríkidæmi eða eitthvað svona munaðar. Ekki Ég munaðar ekki að segja leysingi. eitthvað kjaftaði. Ok. Alltaf fram með söguna. Já, og hún sem sagt, fer sem svona maid eða svona assistant eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta Og kallast. þerna. Nei. Þarna kom þetta. Klassísk ást. Þarna. Hún sem sagt fer á kastalan til hans, ég man ekki, ég man ekki hvað hann heitir þessi gaur, en allavega hann er svona ríkur og mjög svona eftirsóttur af hvernmönnum og Já, öllum ég veit hvað þetta er. Þú er búin að sjá hana? Já, ég myndi sjá hana. og þau
verða ástfangin, skiluru, en samt svona bara mjög skringilega, skiluru, það verður aldrei neitt eitthvað á milli þeirra, þú veist, en þetta er svona, hann er með svona gætt svona haltu mig slepptu mér, hann elskar hana og er svona gætt, skiluru, ég veit að þetta er ógeðslega. Þetta er smá sápa. Já, ég er ógeðslega sábóperu, spænsk sábópera. Telenovela. Í alvegni, mér líður þessi sé hræðilegan myndasmekk, en allavega. Og allavega, hún fer, skiluru, endar með að fara því að hún bara, þú veist, já, þau verða ástfangin og þau ætla að gifta sig og á deginum sem þau eru að gifta sig kemur að ljós, hann er nú þegar giftur. Þá einhvern tímann þegar hann var út á Spáni giftist hann einhverju spænskri konu sem endaði síðan með að verða svona geðveik, skilju. Shit, þetta er alveg svo heavy. Já, og vera með geðt mikið á svona geðrænum vandamálum, en hann vildi ekki skilja hann eftir á, þú veist, geðspítala, af því að það var svo illa að fara með þau. Þannig að hann tekur hana með sér í kastalan og hefur hana bara innilokaða, skilju, í kastalanum hjá sér. Þannig að hún er bara búin að vera búin undir sama hús og allir og enginn veit það. Já, þetta er nefnilega gett sick. En svo er hann alltaf að reyna að sleppa, skilju, alltaf að reyna að kveiki í og svo tekst hann það í daginn. En þá er Jane Eyre sem sett farin, af því að þú veist, þetta kemur í ljós og eitthvað, þannig að hún fer að vinna eitthvað annar staðar, svo fær hún bara eitthvað bréf og bara frá honum ákveður að koma aftur, þá bara allt í rúst og eitthvað svona, og þá situr hann svona Þetta er alltaf að ég með alveg hreyfi ykkur stólunum ég get það nýtt ég var svo sokkinn já, þetta er svo sjokkandi en hérna svo kemur hún eitthvað og þá situr hann bara svona einn með hestun sínum undir tré, minna það síðan og þá er hann orðin blindur og lítur bara ekki eitt út og er búin að elda skett af því að þú veist, hann verður fyrir svo miklu áfalli, hann veikist bara ekki mikið nei, hann blindast á reiknum ég held að það verður þannig af því að hann fór inn að reyna á björginni en svo skilju þá þú ert að segja ykkur alla sögur ég ætla að segja, ég þekki svo myndina nei, emitt, hún bara, svona er hún segir sögur og hún talar í 40 mínútur það alltaf heima og svo hittast þau og þau eru bara ómækja bara, við finnum hvort annað og ég fyrir alltaf að grænja en endur hún vel? Já, hann endar þannig að eftir allt þetta tragedy að þá finnaðu hvort annað, skilju og verða saman og ég fyrir alltaf að gráta og ég er alltaf bara alltaf voleðist í lífinu bara eitthvað hérna þegar ég er búin að horfa á þessu mynd af því að, þú veist, hún er bara eitthvað svo dramatísk að hún bara svona hún er svo tilfinningaþrungin að ég verð alltaf bara með myndinni en hún er alveg, þú veist, allan þessu útgáfa er mjög svona mjög góð, er þetta nýjast útgáfa eða eitthvað? Held hún hefur ekki úr 2013 eða 11 eða eitthvað svo leiðis en hann er gett myndalegur gaurinn, það er kannski þess vegna líka sem að skipta mála að horfa þessu hann er svona, skilju, hann er gett svona, þú veist flottur já, maður myndi, skilju ég vona að þú komið með eitthvað svona léttari mynd já þetta var alveg sorglega saga ég get ekki lofað þig, sko og þetta er sannsögulegt nei jú Ástrós Guðrún, ég googlaði það, hún er sannsöguleg alltaf samt ég googlaði hana og hún er beigð á sannsögulegum atburðum ángríns ég getur vel verið já, eftir núna er ég samt bara eitthvað er hún beigð á sannsögulegum nei, ég er eiginlega viss um það hann sé beigð á sannsögulegum ég skal setja svona grafík hérna, ég ætla að leiðrétta allt ef við segjum eitthvað kjafta já, þá kemur bara eitthvað bara Jane Eyre er sannsöguleg já, ég er eiginlega viss um að sé það af því ég minni líka að hafa spurt mömmu af því að mamma var bara eitthvað, hvað er að? Ég bara eitthvað, er þetta sannsögulegt eða ekki? Ég var alltaf svo mikið eitthvað svona. Hún sagði bara fyrst við, nei, Ástrós, þetta er bara fake. Nei, hún sagði við mig, já, ég held þessi sannsöguleg. Þetta er kaldur raunveruleiki. Tough love. Hvað ert þú með? Herðu, ég ætla að segja Silence of the Lambs. Vá, þú komst alveg með svaka lista. Ég er með þess 10 bara svona, sem að komast inn á 10 top 10 lista minn. Ég viss að þú myndir vera með svona stóra myndir þú veist, I'm a big lady I'm a big boss lady þú valdir hana, hvað fílar svona mikið við hana? Anthony Hopkins, geggjaðleikari og þetta er svona, þú veist, út af því ég elskar hryllingsmyndir þetta er, minnst þetta ég myndi flokka þetta sem hryllingsmynd myndi maður ekki flokka þetta sem hryllingsmynd? Ég myndi kalla þetta thriller eða það, en ég myndi samt líka setja þetta hryllingsmynd já, ég meina margir kalla þetta hryllingsmynd já, og þegar mér finnst þetta svona mér finnst það bara svona sjúklega spennandi allan tíman og mér finnst bara alltaf ógeðslega skemmtilegt að horfa á hana mér finnst það bara geggjumynd, mér finnst ógeðslega flott atriði mér finnst konceptið geðveikt og
mér finnst Jodie Foster ekkert eitthvað geggjuleikuna. Ég ætla að spyrja hvernig fílar hana. Ég fíla hana ekki nefnilega, sko. Nei, ég er svona 50-50. Já, hún fyrir doldið í töðan af mér. Ég veit ekki af hverju. En ég er samt læt mig hafa það fyrir þessa mynd, sko. Andri Hopkins svolítið. Hann er bara svo sjúkur leikari. Já. Og hann er bara lektari líka bara geðugur karakter. Já. Og mér finnst þetta bara einn besta svona hryllingsmynd. En sástu þá hinar með Andri Hopkins? Sástu Hannibal og Red Dragon? Já. Hvernig stu það? Mér finnst það alltaf læg. Góðar alveg. Mér finnst Red Dragon alveg skemmtilega að horfa á hana, skilja. Mér finnst það samt ekki næstu jafn góð og fyrsta. Mér fannst samt Red Dragon tölvöld skemmtilega en Hannibal. Já, ég er alveg sammálaður þar. Hún ekki spes. Nei, mér fannst að Red Dragon þá var hann, þú veist, áður en hann verður. Já, hún gerist hún á undan Silence of the Lambs. Já, einmitt. Og þetta Norton einmitt í henni? Já, einmitt, geggjarleikari. Hann er geggjari. Hann kemur eftir. Já. Ég vonu sem eina mynd sem að ég er að hugsa um. En já, Silence of the Lambs, hún er bara alveg geggjur. Já, mér finnst þetta bara svona legendary mynd sem allir fyrir að horfa á. Já, ok. Sko, það sem gerist er ég var líka bara segðu okkur alltaf söguna. Ég var bara og síðan er ég heima hjá mér. Þú tók eins svona mínúti að segja söguna. Það er ekkert meira, ég veit ekki af hverju, ég er svo lengi að þú er bara svo lengi að tala um það. Ég er svo lengi að segja sögu. Það er svo mikið. Nei, bara ef ég segi þetta ekki einhverja röð, þá er ég bara finn mér geggjaðleikari máli búið. Sko ég finn smá basic bitch. Já, ég finn smá til með þér af því ég finnst stundum ef ég er að segja félagum mínum einhverju sögu. Já. Og þá er ég kannski ekki að þylja upp heilan sögu frá okkur mynd, en ég kannski segja einhverju sögu. Og stundum fæ ég eitthvað svona, ok, segja okkur bara. Já. Af því mér er svo gaman að setja smá púður í þetta og það er uppbygging og í stæðan verið að segja bara eitthvað punchline strax. Já, ég held að það sé samt bara alltaf svo list og hún fyrir svo ógeðslega langt með þetta alltaf í lífinu að ég bara svona hef þróað í lífinu bara að ég hef svona þróað með mér að vera bara alltaf svona beinskættari skilur við og þegar hún tekur upp 90% af tímanum þá tek ég 10% og ég gera ekki eftir vel skilur við það er samt sko alltaf heima við segja einhver sögu þá er allir bara já og hvað vasku upp já og hvað enginn að hlusta og ég er alltaf bara never mind en svo hittur mig í fyrsta skipti og ég bara hvað sér þau og var hann blindur ég var líka bara ok sko hún búin að tjekka sér út fyrir sko hálftíma síðan ok, hvað ert þú með? Herru næstu mynd ok, ég veit núna hvað ég ætla að hafa sem seinustu myndina mína Varstu að breyta? Já, hún ætlaði að koma frá Panda Já, einmitt en ok, ég ætla að koma með eina svona stutta og sem er engum, þetta er líka svona umdeild mynd Central Intelligence með The Rock og Kevin Hart já, það er líka svona mynd sem ég set bara ekki Veitu það sem þeir eru löggur? Nei hann var ekki, The Rock var hann ekki eitthvað svona feitigörn í skóla Jú. og svo verður hann massaður eitthvað já, og var svona og öfugt og síðan breytist það síðan verður hann gett massaður og Kevin Hart verður bara svona eitthvað ég gett leðjobbi lúser eða eitthvað svona hún leið já. Og þeir tvinnast gett mikið saman skiliru og þeir eru bara svona andstæður en samt bara gett þeir eru svo finnir saman þær eru bara það hann er ógeðslega fyndinn hver? Kevin Hart og The Rock þú veist þeir eru bara Dwayne Johnson Dwayne Johnson já, þeir eru svo ótrúlega finnir saman skilju, mér stila bara þeir tveir saman bara vera það sem ég er að horfa á, skilju það er chemistry já, það er ekkert endilega myndin eða sögurþráðurinn eða eitthvað en þeir bara tveir saman eru svo fokkin finnir eru svo finnir, afsakið það er fokking já. það er alltaf að segja fokk okay. ég nota það mjög mikið upp á svorðum mitt nice. það er að nota það svo alls konar ég veit það satt í alvegni? Já. Við erum alltaf samt bara fucking já, Andi og síðan að passa að blóta ekki mikið sko. Núna hérna, en við gerum það Nei, þið með að blóta, því ég set líka bara á þáttinn svona explicit Bíp, já Nei Það er bara blíp og svo bara glata En já, Central Intelligence Já Ég á smá svona fyndi sambandismynd að því ég hef ekki séð hana En svona myndi að skoðuna hana Nei, því ég er búin að lesa handritið Ég las handritið þessari mynd að ég var að skrifa sjálfur ég las handritið þessari mynd örugglega 2 árum á hann að koma út Oh my god, hvernig fórstu að því? Ég downloadaði einhverjum pakk á netinu með alls konar svona óútgefnum handritum eða myndum svo hefur hún graflega verið pikkuð upp þetta handrit Oh my god og ég las það og ég var alveg skemmtilegt handrit en mér svo fyndi ég svo trailerin ég bara býtu, ég kannast með eitthvað við þetta Já þá var þetta sama mynd, þess að sama handrit sem notuð
Oh my Já, god. ok, vá, þú ert algjör kvikmyndanörd. Já, Algjört, sko. núna er ég bara eitthvað, I know nothing. Þetta er bara mitt líf, ég Já, lifa og ræðist í bara þessu. að lesa handrit er Það er dedication, sko. mjög mikið. Að ég skrifa sjálfur handrit, þá þarf alltaf að lesa það líka. Já, skrifur sjálf handrit. Já, ok. Einn daginn sjá eitthvað sem mynd sem er... Nice. Þá getið þið sagt, herðu, ég þekki hana gæja. Já, nákvæmlega. Bara, I know this one. En talandi um þess að tvo, Já. hvernig fílaði Jumanji myndunar? Mér Ég sá það ekki. Mér varst fyrsta myndin, ekki fyrsta Jumanji myndin núna. Heldur fyrsta með þeim? Nei, ekki það, bara fyrsta. Já, með Robin Williams? Já, Já, mér varst hún geggið þeirra lítil. já, mér er svo skemmtileg. Já. Mér finnst hinar ekkert eitthvað aðeinslegar. Ég skemmti mér á liðum. Já, Sástu mér það finnst það ekki, skemmtilegar, jú, ég sagði þar. Mér finnst það skemmtilegar, sko, og akkurat, þú veist, þeir í dúo, finnst mér bara geggjað. Og mér varst líka alveg, ég held að þetta Karen Gillan. Rauðhærða, Mér já. varst alveg fín, Jack Black og fín líka. Já, Þetta var svona sammála. fín hópur. Já, Þetta er flotti leikarar, sko. Já, Klálega. ég var alveg að fíla það, mér finnst þau saman svona einmitt mjög skemmtilegt að horfa á, sko. Já. En það er ég að sjá Central Intelligence. Já, mæla með henni? þú ert, Já, hún er ég myndi fyndin, mæla með sko. henni, af því Já. að hún er alveg fyndin og það er líka alveg svona plot twist og maður er alveg smá svona, Já. er þetta svona, var þetta svona og svo bara í endan það bara, ok, þetta var ekkert að þessu, skilju, hún er pínu þannig Ok. og þannig að maður er ekki eftir svona mynda sem mismundi skoðanir í gegnum myndina, en samt, þú veist, bara skemmtilegt, skilju, þetta er ekkert stressandi eða eitthvað svona Nei. átakalegt, þetta er bara svona, En stundum það er líka alveg fínt. Maður er bara svona, Nákvæmlega. ég er bara svona létt. Já, Já, þetta þetta er er ógst þannig. þægileg mynd til að horfa og hún Já. er mjög skemmtilegar og líka mjög mikið að fyndnum atriði mínu sem að ég bara granjaði við. sem sko. er, já, nefnilega, sko, Ok. af því að þeir tveir saman er líka bara eitthvað, Já. svo kemur svona bloopers eftir, þú veist, myndina. Ég er alltaf gann því. Já, ég líka, mér finnst það og ég er fast, sko. alltaf bara, oh my god, ég elsku ykkur svo mikið saman. Þeir líka eru svo miklu vinir í alvörinni. Já. Þeir eru rosa vinir, sko. Þú veist, það gera það svo miklu betra einhvern veginn. Það skýn í gegn, af því að þú getur ekki feika, Þetta kemist Já. það er ekki hægt að feika kemistri. Nei. Það er ekki hægt. Nákvæmlega. Þannig að það er svona cool. Já. Hvað ert þú með? Það kom Edward Norton myndina. Hvað er með hana? American History X. Úf, ég var vonu að kemja með hana. Það? Þetta er svo góð mynd. Þetta er örugglega ein af mínum uppáhaldsmyndum. Hún er geggjuð. Þetta var fyrsta myndi sem ég skrifaði niður. Ég er bara klálega þessi. Hún er svo góð. Hún er Ef við séð hana. ógeðslega góð. Kannski. Þetta er sína coverið. Já. Hann leikur svona nínasista. Og svo fyrir hann í fangelsi og þannig drefur mann. Ógislan hátt. Já, Nei. þetta atrið. Ég fæ ennþá smá gæsahúð þegar ég horfa á Já. þetta atrið. Þetta er örugglega bara svona Veitu, hvað besta. gerir hann? Hann setur munnin á hann á gangstéttina Já. og dundrar haustum á hann niður. Svo svörtu manni, því hann Já, er rasisti. Þeir reyna að skjóta, þeir reyna að brjótast inn til hans, að stela bílum hans. Stela bílum hans, já. Og hann bara kemur út og bara tekur hann bara á og drefur hann. Hver er enn stelbílum hverjum? Tveir svörtu menn. Já, hjá hvítugarnum sem er nasti, Ó. basically. Og svo hann er lítið bróður sem að, þú veist, hann fer í fangelsi, hann er nínasisti og hann breytist í fangelsi, verða bara fyrir svona transformationi og bara kemur út og bara, þú Er veist, ekki nasisti. er ekki Já, nasisti, breyttu basically. maður bara. Já, og þú veist, er þá að reyna að leiða bróður sinn skilur í rétt átt og þú veist, hætt með kærustun sinni sem var nasti líka og þú veist, dregur svo úr sem hóp og eitthvað og þetta er bara gett átakanlega en geggjaði boðskapur og bara ógeðslega góð mynd og hann er svo geðveikur leikari og hann er svo flottur, hann er meira sér frekar ungur í þessari mynd, sko, Já. en hann er svo ógeðslega flottur í henni, brútal atriði í henni, styrta atriði líka, Þetta er svo góð mynd. þetta er geggjum mynd, sko. Sko, mér finnst það smá erfitt að horfa á svona nasistamyndir af því að amma okkar er þýsk. Já, en það er samt að munur að vera þýsk eða nasisti. Efskilur samt hún flúð eftir stríði til Íslands. Já, þú meina. En þá allan að hún er ekki nasisti það nú. Ekki viss. Þú ert að meina, skilur, út af því hvað hún var fyrir, þú veist, það er eftir að horfa á þetta. Já, þú veist, Já. að því að hún uppliði stríðið og þannig, skilur og hún er alveg búin að segja okkur bara hræðilega sögur. Já, Já, þannig að hún var, hvenær hún fætt? fyrir þessu, þú veist, hún Hún er 92 eða 3. Já. Vá. Já, hún var Já. bara, þú veist, lendi bara í, þú veist, algjör Shit. ógeði. Já, þannig að hún bjóða þarna úti það sem er núna Hvítarússland. Já. Skilur, hún bjóð þar. Nei. Jú, og þú veist, þannig að mér finnst ekki svona, að ég veit það ekki, Þú veist, það er erfitt. já, mér finnst það pínu óþægilegt að horfa á svona nasistamyndir af því að þetta var í alvörunni, þú veist, allt sem Þetta að gera er í alvörunni. og, þú veist, Já, mitt. þetta er í alvörunni og allt þetta sem er verið að sína myndum, þetta er allt eitthvað sem gerðist í alvörunni og allt eitthvað sem að amma, þú veist, upplöði. En ég held að þú sett ekki alveg að skilja nasista. Við erum að tala Nei, um já. rasista. Já, ég veit hvað Þú veist, nasist... við erum náttúrulega ekki að tala um setni heimstyrdan eins og Hitlers. þess. Nei, ég Dæmi. veit það, En en þú ég... tala um... Ég held ég alveg að hafa miskilið Það? Nei, Jú, ég við sagði sögðum það. rasisti. Já,
Hann er nýnasisti? Já, Ok. ég skil þig, en Ok. bara allt. Þetta er svona næstíða sama. Já, Þetta er samt svo típist ég að mér skilja eitthvað, en ég var samt að skilja eitthvað. Já. En allt svona sem að tengist því, skilju, og sem að gerist á þessum tíma, og allt eitthvað svona, þú veist, líka stríðstengt og svona á þessum tíma, Áttu erfitt með það? ég mest bara svona óþægilegt og ég svona fíla ekkert mikið að horfa að því, þú veist, ég nýt þess ekkert, skilju, Nei, að ég því að, skil þú veist, ég er bara eitthvað, þetta er allt hræðilegt, þetta er allt gett sorglegt og þetta er allt gett umlegt. Mér finnst þetta nefnilega sjúklega áhugavert. Mér finnst það líka. Já, ég get alveg dottið inn í mikið heimildamindum rasisma og svona dót, þegar mér finnst þetta mjög áhugavert, mjög sorglegt sjálfsögði. En ég samt svona, ég er mjög forvitin þetta og því ég skildi ekki alveg. Líka því að það er svo mikilvægt við verðum að læra af sögunni. 100%. Við getum ekki bara gleymt því. Nei, og þetta er ennþá í gangi. Já, Þú einmitt. og þetta er dálítið fjarlægt fyrir okkur Íslendinga kannski, en eins og þetta er Ameríku, þetta er bara, þú veist, í bara full forsata, skilur við. Sko. Og þess að vera rasisti, þú veist, þetta er svo heimskulegt. Þetta er svo sjúklega mikið fáfræðinni, sko. Þetta er líka, þú veist, maður pæla oft í þessu, ég kannski fyrir einhverja gallabuxur, þær eru gerðið í þessu landi, svo horfum ég sjónvarsátt sem ég gerði í þessu landi, svo nota ég rakspýra sem ég gerði í þessu landi, svo, þú veist, þetta er allt orðið svo blandað, Ég veit það. það er svo heimskulegt að vera bara eitthvað svona, ég hata gyðing, þetta er svo stúpid. Þetta make bara ekkert sens. Þetta er Við erum svo orðin svo, heimskulegt. þú veist, þetta er orðið allt Þetta er eins svo og segir, blandað. þetta er sjúklega blandað, sko. Já. Og hvernig er ekki sami hvernig einhver lítur út? Hvernig er á litum Skilju bara hversu mikið litapigment þú ert með í húðinni er ekki verið að segja neitt um þessi mannesku, sko. Nei, Þú veist, það er bara þannig. það er jafn heimskulegt, eins og ég er bara, nei, ég meika ekki fólk í bláum skyrtum. Já, Þetta er bara, einmitt. þetta er Þetta er sama. jafn heimskulegt. Já. ég veit það. Og þetta er bara, já, þetta er bara, Og mér finnst það flott í þessari mynd, að þetta er náttúrulega klikkaða leikari. Þetta er besta hlutur ekki hans. já, ég er alveg, já, ég er sammála. Nú, jú, ég er sammála. Er það ekki? Jú, Af því hann leikur 2 karakter hann. já, einmitt. Hann leikur nasistan, nýnasistan, Og svo leikur sjúklega hann, vel. svo leikur hann Derek, Já. sem hann er Derek Einmitt. Vineyard, þegar hann er konufangisi, og svo gaman að sjá hvernig hann leikur þá. Og þegar hann er svo góð leikari. Hann er svo Sko- samferð í báðan hlutverkum. Ég veit það, ég sko eiginlega þoldi hann ekki og bara smá hata hann þegar hann var nasisti. Þegar hann var Já, þegar hann var nasisti, já. Já, já, þú veist, ég bara, Ég alveg hattar hann nettur og leikari. nei, þú veist, mér finnst hann geggjaður leikari, en þú veist, þegar hann var til hlutverki, ég var bara, oi, þú veist, bara, hvað er þér, þú ert ókslegur, bara dýrlaus, eitthvað bla. Og síðan breytist hann og þá er bara sentimental strengur frá mér til hans, ég er bara eitthvað, geggja flott, já, það er svo ógeðslega flottur út í alveg gekk góðu gaur og bara lifið mig sjúklega mikið inn í þessa mynd, sko, ég get endalaust horft á hana líka, og þú veist, mér finnst geðið gaman að horfa á hana reglulega, Ég líka. út af því ég fæ alveg ekki svona leið á henni, Nei. mér finnst það alltaf upp geggjuð. Hún er bara hún er svo flott leik hún er sett upp, að hún er svartkvít og í lit. Já, emitt, já, Allt sem er tengt nasistanum já, er svartkvít. já, Svo þegar hann er komin fangins Ok, það er Já. geggjað. Það er mjög töff. Það er Já. mjög töff. Og hann líka, hann var orðið hann pumpaði svolítið fyrir þessa mynd, hann var svolítið massa, hann var flottur, sko. ógeðslega flottur. Já. Og svo þegar hann kemur út á fangisi, þá kemur hann heim og það er bara, byggu ekki eitthvað 4-5 saman, eitthvað Jú, litlu með mömmu húsi sinni sem og var hann segir eitthvað- bara, herri, ég þarf að, þú veist, nú ætlum ég bara að koma okkur út úr þessu og Já, þú tengir bara eitthvað svo við hann. já, Og þú vilt bara, herri, ég vil að þú standið vel og já, þessum líka, ég vil náttúrulega ekki eðilega myndina að þú ert ekki búin að sjá hana. Ég er ábygglega ekki bara að horfa á hana. to be honest. En hún endar sorglega. Já, ég get ekki mynd sem Og- enda sorglega. Nei, og það er alveg bara svona, maður er kildur í magan. Já, einmitt. Einhvern veginn. Já, vá, hún endar. Svo gleyma þig. Nei, ég bara svona, ég fekk, þegar ég hugsaði um þetta, þá fekk ég gæsahúð, actually bara Ég líka, núna. ég myndi að það. Þú verður að sjá þessa myndaströðs, Nei. hún er rosaleg. Ég eitthvað, nei, Nei. nei. Jú, því hún er líka svo falleg, sko. Þótt hún sé ógeðslega ljót, þá er hún líka samt svo falleg. Já, hún er að fara, einmitt, hún er að gera kortveikja, sko. Já, Að því við erum að tala um þetta, að enda sorglega og falleg og er að gerast í alveg alltaf að Star is Born, heitir hún ekki það? jú. Með Bradley Cooper og Já. Já. það er sérst nýjú útgáfa. Já. Ég hata þessa mynd. Ég bara svona hugsaði um daginn. Örglega af öðrum ástæðum heldur en okkur því líkar ekki við hana. Nei, ég hugsaði bara um daginn, ég heyrði eitthvað lag og ég var bara, ég hata þessa mynd. Þú veist, ég er svo pirruð á því að hugsa um þessa mynd. Að þú veist, af hverju er hún að enda svona ömurlega? Það er bara engin tilgangur með því að þessi mynd endur svona ömurlega. Ég bara Eða, þú þóla veist, hann ekki. jú, út af því að svona bara er þetta, skilur hjá fólki sem að lendir í svona dóti. Já, svo satt. En bara, þú veist, ekki horfa á hana. Þessi trublaði mig við þessa mynd, af því ég var mjög spenntið fyrir henni. Já. Ég fór henni í bíó Já, og alltaf bara álega kemist hún til þeirra. já, Þú veist, maður held bara, þú veist, Þau- er eru þið þið- par? ég veit Ég það. vildi bara svo mikið að Ég vildi líka að myndi byrja saman. saman eftir þetta, sko. Sérstaklega hann skildi Og við sá hvað maður er Írinu. Já. Það var ég bara eitthvað, Byrjaði bara með Lady Gaga. Já, ég veit það, andjóks. En ég bara, hvernig hún endar, Já. ég er alveg til í eitthvað svona downer endi, eða make a sense. Mér fannst það í Star is Born,
Mér Já. fannst það ekki nóg vel sett upp. Ég er sammálaður þegar þú segir þetta. Af því ég var bara svona, ég var ekki að kaupa þetta. Gaurinn sagði við hann eitthvað, þú ert eða ekki lífinu og hann bara, já, ég ætla bara að hengja mig. Já. Já, einmitt, það er Var bara svona, ha? Já, einmitt, bara Þú svona veist, sammála. pointless. En samt þá, þú veist, ok, það kannski að þetta hafi verið svona vendupunkturinn í lífinu hans, hann hafa ákvað hengið sig, ekki þegar hann pissaði upp á sviði, skilurðu, Já, þegar hún var að taka á móti verðlaunum eða eitthvað. En þetta er samt, ég veit það ekki, mér finnst þetta samt gett lýsandi fyrir, þú veist, alkoholisma, eða svoleiðis. Mér finnst þetta gett, ekki, þú veist, mér finnst þetta gett mikið bara svona gott að hafa gert mynd þetta, þannig að fólk skilji líka bara alkoholisma og þú veist, að fólk sem er tilfinningar og maður þurfi bara að hafa nærgætni, aðgátt aðgjöldskal já. Þú veist, það er svona fallegu boðskapur allt í þessu, en svo þarf hann að enda svona. Mér finnst það svo leiðilegt. Það er bara, mér leið bara illa eftir að hafa horft á hana. Þú veist, ég píndi mig til þess að horfa á hana með þér og mömmu og Söru. Ég horfði líka bara á hann í fyrst skipt þá, sko. Já, við vorum allir að horfa Ég vildi líka horfa á hann út því ég vissi hann væri sorgleg. Já, og ég ekki heldur, en mamma sett henni í gang og við bara eitthvað endum allar með að horfa á hana. Og ég var bara svona 2 tíma ná mig niður eitthvað því að mér fannst þetta svo ömulegt og mér leið svo illa eftir að hafa horft á hana. Ég var bara, nei. Þú vilt Kung Fu Panda. Ég bara, nei, Eitthvað svona ég skemmtilegt. held samt að við Eitthvað höfum svona heilt að feel Kung good. Fu Panda eftir Ég er ekki eins og smágrínast, ég held það líka, sko. Ég held að þú var bara þurft eitthvað svona, þú veist. Oh Hvað er my að God, nei, ég held ángríns Já. að mannstu að þau fóru eitthvað, oh my God, Já. það var þannig. Ok. Vel spotta. Ég held í alvöruna að ég hefði kveikt að Kung Fu Panda og við tvær horfðum eitthvað á hana Já, og Sara fóru eða Þú eitthvað. þurftir eitthvað svona palette cleanser. já. Ég þurfti bara, þú veist, eitthvað gleði hjarta mitt á ný, sko. Já, ég skilji. En bæði samt hvað er magnað að myndir hafa svo mikið áhrif á mann. Veit. Já, það er, Af því þú veist þetta er fake, bara allir kúpur alveg lifandi. já. En maður veit samt líka að þetta er raunveruleikin hjá mörgu fólki, Já, skilu. algjörlega. Það er það sem situr svo mikið eftir. Þú veist, að það sem að myndir eru gerðar úr er ekki alltaf eitthvað fiction. Nei, Þess vegna horf ég bara fiction að því ég veit að það er bara fiction. ég Getur skilji. ekki liðla. Ég skilji. Þú vilt bara svona regnboga og rósir og... Það er bara svo gaman. Já, en það er líka, það eru margir, því mér finnst alveg áhugavert að þú ert búin að hitta svolítið marga hérna, tala um Já. bíómyndir. Það er svo gaman að sjá sko hvað fólk sækist í Já, sem þetta er bíómyndir. Sumir vilja bara fá flótta, bara eitthvað svona skemmtum bara 2 tíma, Já. svo bara búið. einmitt. Já. En hjá mér, ég pæli svo mikið í það, þetta er mín ástriða. Já, Já, Mér finnst bara þú- listin sjálf já. við að búa til bíómyndir. Já. Mér finnst það bara svo magna. Mér finnst það gana að pæli í þeim þannig. Já. En mér finnst líka gana að heyra eins og þetta. Bara, Já. ég er bara teiknimynd, skemmtilegt, fjör. Þú veist, að því mér finnst, sko, við vorum eitthvað tíma, hvað er hryllingsmynd vorum Here að we horfa á? Önnur saga. Þau manna stýttir, hvað er að lengi eða? Podcast. Ok, nei, við vorum að horfa á hryllingsmynd sem var bæði við ömuleg hryllingsmynd, en Hvað mynd var það? Guðrún bræðaði mér. Það er mér. Ok, Hún á að bræða þér. Já, ég man eftir þessu. Guðrún, Hún fór að gráta þegar ég brá svo mér brá, nei, ég sko var nýkomin á augnhárlengingum og ég var svo pyrruð að hann komið brá og Hvað varst 11 ára og hún... nei, 15 þetta var bara Ég er núna að djóka. mánuðum sko og ég fór að gráta mig brá svo mikið bara því ég var svo stressuð í alvöruna því ég var að koma bræða þetta og ég vissi að því Já. þú veist, mér finnst ég lifa mig svo mikið inn í Já. ég var bara og svo kom Guðrún eitthvað og ég bara fór bara að gráta Hvað mynd var það? Þetta var Babadook. Ok. Hún var það glötu, sko. hún er Já, ég er ekki sammála það þér. hún er ekki það hræðilega einu sinni Nei, hún en glötuð. það bara uppbyggingin í myndunum þegar ég veit að kom bræða allir það fer með mig Já, það er líka alveg svona sem sker í henni. já, Ekki? Mér finnst Jú, alveg ég fannst- skugginn hann eitthvað á kallinu. Já, mér fannst hún bara ógstlega leiðilega, heila. Mér finnst hún ekki skemmtileg. Nei, Mér finnst hún ekki skemmtileg. nei. Ok, hvert eru komin? ok Er þú næst það? ég er næst Já, þú varst með Já, American History mamma X. X. Ok, hvert er þú með? ég ætla að segja The Dictator Hún er enda góð. Með Borat? já, Já, hún er mjög fyndin. Hún er nefnilega fyndin, sko. Já. hún er svo fyndin og hann er svo skemmtilegur Já, Hún er nefnilega drullu fyndin. já, Já. og þetta er svona myndið mitt sem maður getur alltaf Leikonan horft á. líka er ógstlega fyndin. Já. Þessi stuttarða. já, Sem ég var... bara, já Veitu, hver á það? Var það eitthvað fræg? Ég man Æ, ekki hvað það var. já. þarna með augun hana Já, sem er hún er með þarna augu. Erum við augu? nei, hún er með svona gæstóra augu og leikur og Þetta er gellan sem að lék í Hásbönni. Ljósar... Anna Faris? Já, hún. Var hún í Dictator? nei, þetta er Jú. ekki hún þetta er þarna svo sem var í þarna Scary Movie myndinni Já. Já, það er hún. Þetta var gott.
Það er Anna Faris. Það er svona alltaf samræður við hana, sko. Já. Hún var bara svo viss, hún bara, nei, það er ekki hún. Það er sem er scary movie. Andjóks. Shit, gott og gott. Það er geggjumynd. Mér fannst hún skemmtileg. Og hún leik þetta hlutverk geðveikt vel líka. Og hún leikur nefnilega gett oft svona clueless týpur. En þarna var hún bara gett fyndin týpa. Já. Hún komur óvart þessi mynd. Ég þegar ég sá hann, ég var bara eitthvað, ég held að er svona einum og kjánaleg. En ég fílaði hann að leikara. Já. Svo sem bara Coen er snillingur. Hann er mjög fyndinn. Bora 2 að koma. Nei. Það er bara 22 dagar í hana. 21 dagur, eða 22. 23. október. Og hún verður sýnd bara í sjónvarpi í rauninni. Hún verður sýnd á Amazon Prime. Já, hún verður ekki sýnd náttúrulega í bíó út af COVID. COVID drasli búið ekki allt. Já. En ég svo trailer og hún lúkar alveg skemmtileg. Ég búið eitt og það er svo spennt. Búið eitt og náttúrulega ógeðslega fyndin maður. Og mér finnst bara Ali G-kartan skemmtileg líka. Það var snillig. Það er sem fyrir bjór eða eitthvað í glas. Þetta var alltaf fyndið, sko. En þetta er gott val. Þetta er mjög gott val. Er það ekki? Jú. Það er allavega ábyggilega mjög margir sammála með þessu. Ég þurfti að hafa eitthvað svona. Hún er góð. Eitthvað gott, þegar þú ert með ömurlegt. Hvað er Val. En satt svona no joke, þú veist, er einhver búin að segja einhverju mynd sem ég er búin að velja? Fyrir utan Dictator? Nei, enginn búin að segja Dictator heldur. Nei, nákvæmlega. Þú veist, ég er bara ein í mínum kvikmyndaheimi, sko. En ok, hvað ert þú þá með? Men on Fire. Þú ert með hana? Finnst hún ekki góð? Með Denzel? Nú kem ég með langa sögu. Ok, hvað er með það? Ég er náttúrulega að elska Denzel Washington. Já. Ég elska svona hefndarmyndir. Já, Hefur þú séð þessa mynd? Veistu hvað mynd þetta er? Nei. Jú, þetta er með Dakota Fanning þegar hún lítill og þú veist, hann er verið bodyguard lífvörður og henni er rænt. og hann bara fyrir að, þú veist, ná hann aftur tilbaka. Jú. Yes. Það sem buggaði mig við þessa mynd er stíllinn á henni. Ok. Að þetta er rosa mikið svona litirnir í skrýtninni, myndan svona hreyfð. Ég þólaði ekki. Ok. En ég fíla samt hann sem eitthvað svona harðan gaur og hann er eitthvað svona hefna á eitthvað að ná eitthvað stelpu. Mér fannst hann bara að gera aðra svona mynd aðeins seinna sem ég stóra miklu betri. Þar fekk ég myndin sem ég vildi ég hef fengið í Men on Fire og það er Equalizer. Já, emitt. Equalizer er geggjumynd. Ég var alltaf betið hvort þetta setja hana niður eða ekki, sko. Ef þú hefði sagt hana, það er liðið um mig, sko. Já. Ég er bara djöðar með góðan smekk. Já, hún reyndar er geggjuð. Það er þetta með svona hasræðrið, þú sér hvað hann er ógeðslega cool í henni. Ógeðslega cool. Og líka bara svona leynir því geðt vel. Já, og hann er með það eitthvað svona vinkonans. Hann var vændiskona í Equalizer, sem er lamin. Já, þetta var ekki vinkona hans samt. Var þetta ekki bara einhver gæla sem kom í bílinn? Nei, hann kynnist henni... Jú, hann kynnist henni á veitingastaðnum. Já, alveg rétt, já, emitt. Jú, það er rétt. Hann var líka með eitthvað svona OCD og allir í réttri röð og eitthvað svona servettur og það voru út að borða og eitthvað. Já. Og hann lesa fullt okkur bókum og eitthvað. Mér var hún geðveik. Já, en Men on Fire, það er þitt val. Finnst þú nú betri? Já, mér finnst hún betri. Mér finnst atriðin í Equalizer, bardagatriðin meira cool. 100%. Mér finnst samt Men on Fire betri og því mér finnst, sko, hann var alltaf, ég er með einhvern, þú veist, soft spot fyrir alkoholistu með það. Hann alltaf er alkoholistu. Já, alveg rétt. Og þú veist, hann alltaf, hérna, þú veist, er bara ógeðslega harður og er bara ekkert að hleypuna að sér. Bara vill bara ekkert, þú veist, með hann tengjast henni eitt rauninni, en hún ekkert nær bara, þú veist, að bóra sig beint inn í hjarta hans og hann bara er tilbúin að deyja fyrir þessa stelpu, þótt hann eigi hann ekki eins og sjálfur, skilurðu. Og mér finnst það gett beautiful. Og bara, þú veist, það sem hann gengur í gegnum, hann bara er að drepa sig bara við að reyna að bjarga henni. Bara svo nær hann að bjarga henni og ég fæ, þú veist, gæsa á núna fæturnar þegar ég hugsa atriði og lögin í þessari mynd, ég er sko með það á bara playlista í símanum mínum, mér finnst lögin geggjuð. Það er flott tónlist. Já, og mér finnst þetta einmitt, litirnir skrýtnir og þetta hreyfingin á myndaðalum, mér finnst það ógeðslega cool. Þú fílaði það stíl bara? Mér fannst það flott, sko. Mér finnst það stundum pirrandi ef það voru mikið, en þarna þá fannst mér það bara perfekt. En þú veist, ég skildi það samt líka. Já, ég er einhvern veginn, þegar ég fílaði þessa mynd, það sko, það takur ykkur svona 45-50 mínútur lengur við, bara byggja upp. Já. Því henn er ekki rænt. Nei, strax. Nei, mitt. Þannig að sambandi þeirra ekki að mikið. Það fara að þróast, það fara svolítið að anda. Já. Þannig að þegar henn er rænt, þá er maður bara eitthvað svona, maður heldur svo mikið með honum. Já. Þú verður að ná henni og það var svo æðistu stelpa og hún náði, eins og segir, hún náði í gegn. Já. Maður er líka alltaf að sökka fyrir því. Já. Þú veist í Líón, eða ekki? Jú, geggjumynd. Það svipi pæling, það er með leigumorðingja sem er svolítið einfaldur. Kynnist Natalie Portman, karakterinn, hún er í gegn til hans. Hann bara elskar hana, þetta er bara dóttir hans. Þannig að maður er alltaf að sökka fyrir þessu. Þetta var vel gert í Men on Fire.
og mér finnst leiðilegt að segja þetta, en það var svona stílinn sem fórst þetta í mig. Já. Og það er svo mamma núna. Mamma þolir ekki svona myndir. Sem hreyfast, það er bara, hún verður bara flugurst á Já, það. ert þú svoleiðis? Verður flugurst eða fílar það bara? Nei, mér er ekki flugur, mér finnst bara Listræna dæmi já, finnst mér finnst það bara ekki flott. Nei. Leð mér að sjá hvað er að gerast. Já, ég skilji. Hvað er þetta að fela? Já. Já, samt satt. Það er svona fíla í John Wick, til dæmis. John Wick er svo geggjuð. Ok, ég barði borðið, af því að ég Mér langaði svo að skrifa hana Gleymdi þessari niður. mynd. Oh my god, mér langaði svo að skrifa niður, en hún bara komst ekki í lista minn, hún er fyrir neðan hann. Bæði 1 tónlistin, og 2 og bara líka það 1, hann er að gera þetta fyrir hundi sinn líka, já, sko. bara Þú krít, veist, við bara eitthvað 100% myndi gera þetta fyrir dýrun okkar, ef við myndi kunna berjast. Þú veist, Hann drepur 200 manns eða eitthvað, já, út af hundu. bara nei, samt skyndisuglaður. ángríns, þetta Þetta er, er geggjum ég mynd. glemdi að setja sem mynd á listan minn. Bardagatriðin líka í þessu eru sick, þeir eru geggjuð og hann er svo ógeðslega flott típa, bæði bara í real life og bara í myndinni. Já, Hver elskar ekki Keanu Reeves? já, Nákvæmlega. hann er Ógeðslega bara flott úti. angel ángríns, hann er bara Já, líka tónlistin í þessari Ok, mynd, ok. ef var ekki búin að segja Já. það, geggjuð. skil þig. En það er veit sko, þú fær bara að sjá Já, já, hvað er að gera. Þetta er svo, já, að því að svona action choreography já, er bara svo dans. já, Já, Þú veist, þeir eru beislega að læra að dansa. já, Og mér er svo flott að maður fara að sjá já, kannski nokkra hreyfingar í einu skoti. já, já, þá veist að það er ekki verið að, Klippa þú veist, saman klippa svona. út. Nákvæmlega, og líka ég bara sé, ok, þetta, því ég er mjög mikið áhuga á dansi líka, mér finnst dansi cool. Ok, Ég sammála. líka. Já. Við kunnum ekki dansa fyrir okkur eitthvað líf. Nei, ekki heldur. Elsku þetta horfum fólk sem kann að dansa. Ég líka. Ef ég vilja velja eitthvað, þá væri það að vera með, þú veist, danskin. Mér finnst það geggja ekki að Já, Ég dansa. líka. ógeðslega cool. Djúvel er í sammála. Já, Við bara Ég er líka með það. stundum djóka með það. Þetta er ekki eins og djók. Það er tvennt sem ég langar að gera svona. á hann í drefst. Já. Hvað? Mér langar að fara til Miami og dansa salsa, fara á eitthvað svona salsa Oh my stað. god, já, do it. Já, Stiða sjúklega mikið. ég er þetta kann það ekkert en ég vil langt samt Skipti gera. jóli. Svo langar að fara til Nashville í Tennessee. Oh my god, línudans. Já. Að ég get sagt ykkur eitt. Það er, ég hef aldrei talað í podcastinu. Nei. Ég skammast mikið neitt fyrir þetta, þetta er samt bara fyndið. Mhm. Þegar ég var 12 ára, þá tók ég þátt hérna á Íslandi. Í fyrstu línudanskeppni. Nei. Æ, hvað Já, er með- já, sætur? já, með við- og við vorum sko, við vorum 5. Það var ég, þetta var svona hópur. Það var ég, vinur minn, mamma og eitthvað svona törngur. Jú. Við vorum með, við brilliant. byggum til bóli og allt. Vá. Ok, love it, Já. samt. Ógeðslega Og mikið ég held ég dedication. eigi þetta á upptökustar. Það er briljant, Sko, sko. ég var 12 ára. Já. Þetta er geðvikt. Þetta er búið draumir hann mér. Kaup með kúrikastífel, hatt Hatt, já. og farið til Belti. Nashville. Og vera bara, Já, lágæðlega. Snill. En þegar ég tala um dans, þá er ég kannski aðalega að tala um þú veist, svona flottari Já, dansa. Já. ég skilji. Kannski með 2 dansa og þetta er bara eitthvað flottu tango eða eitthvað. Já. Ég er bara eitthvað twerking. Nei, ég Já, ert þú að tala um þannig dans? It's a wap. It's a wap, wap, wap. Nei, ég er svona aðalega að tala um svona alvöru. Já, já, Takk ég er fyrir. bara, mér finnst allir dans Allir geta dans. snert mann, finnst Já, mér. og tónlist. Og tónlist, já. Og mér finnst Og mjög gaman fallega atriði. mér finnst mjög gaman að horfa á dans. En mér finnst eitt svo, ég hef stundum talað um þetta líka kannski ykkur félag mína, að ég hef mikið áhuga á dansi. Ég horfði svo mikið á So You Think You Dance. Gekkja þetta er. Mér finnst það ekki Ó, já, sjá bara eitthvað svona, þetta er oft ungi krakkar, bara Mhm. eitthvað, Það gera er eitthvað svo brjálað, ógeðslega sko. hæfilegt. nákvæmlega. Og í dag, að því dans og tónlist finnst mér svolítið partur af bara manneskjum. Bara Sama. þetta er í okkar DNA. Mhm. En mér er svona svo fyndið einhvern veginn að tónlist, það er alltaf leið að fíla það. Já, En það er hrættast þetta fyrir dans. Já. Já. Oh my god, já, satt. Af Ég hverju held að það? það sé meira samt að það er strákur. Já, en af hverju? Það er ógeðslega tabu, þetta er bara double standards, skilur Þetta er Já, fáránlegt. þetta er Það er standard, mjög aðstæðlegt. sammála. Mér finnst ógeðslega flott þegar strákur fíla dans. Mér finnst það geggja cool. Þegar strákar kunna dansa, þá er ég bara, damn, þú veist, mér finnst það Já. geggjað, sko. Já. Bara, ó, hann dansar er geggjað. En það er miklu meira tabu hjá strákum, held ég mig. Sem fáránlegt. Sem er bara mjög aðstæðlegt, sko. Það bara meikar ekki neitt Algjörlega. sens. Mér finnst það Af bara því af hverju- ógeðslega svalt Já. að kunna dansa. Mér finnst það geggja. Af hverju ættu þið að vera eitthvað minna með öðru hreyfi? Minna. Öðru sér hreyfi geta eitthvað, minni hreyfi geta heldur við eða minni Minni takt hreyfi getur. Ég skil gott við. Já. Af því af hverju þetta er svona rytmi. Af Já, hverju já, þetta er já, minni já. svona rytmi í okkur. Akkurat. En þú veist, svo með að stráka með alveg að fara að læra að syngja eða að læra á gítar eða trommur já, eða já. píanó. Dansa. Já, en En Já. ef mér langar að dansa pass og dóbla eða eitthvað, þá bara Já, er mér ég finnst eitthvað það skrítið. ógeðslega cool. ok, þetta er gæðið góð punktur. Já, þetta Þetta er er það. farlegt. Já. Af því ég held ég engan vin. Sem kann að hefur- dansa. Jú, ég á einn gæði sem ég var að vinna með, sem er æðislur. Hann tók þátt í, þú veist, í keppnum og svona. Alveg góður að dansa. Gera singul. Og mér minn, Já. nei, hann er ekki svo góð. Og hann, mér minnir að það hafi verið svona smá eitthvað svona,
ertu dansari? Já, einmitt. Bara eitthvað svona fordómann gagvart þessu. Þetta er svo fárulegt. Þetta er Make mjög sense. aðstæðlegt, sko. En Það af því- meikir enga sens. En ef við myndum horfa á, þetta er svo maður sé kannski einhverja ættbálk einhvers þar í Afríku eða eitthvað. sem að ekki Þeir eru dansandi, syngjandi og trommum og eitthvað. Það er svo bara svona, sé ekki, á hverju er þetta svona stærri partur af okkar menningu? Ég fór til Suður-Afríku í 6 vikur, sko, og var þar. Já. Og það var andjóks, ég er ekki eins og smágrínast, allir hana eru sjúglega hæfileikaríkir dansarar og sjúglega hæfileikaríkir söngarar. Já, og það Og þykir bara ekkert út á mál. götu og ekkert mál og bara allir saman og bara ekkert astnalegt við það, bara geðflott og ógeðslega cool að sjá þetta. Síðan í Íslandi þá bara eitthvað, já, er þetta bara eitthvað öðruvísi. Eins og sé ekki nóg, hvað, er það ekki nóg Karlmannlegt, karlmannlegt að fara í já, dans? sem er bara, já, þú veist, frekar sorglegt. ég held að sé mjög ríkt, þú veist, hérna í Íslandi eða í Evrópu eða whatever, bara að, þú veist, hafa gett miklar áhyggjur að eitthvað öðrum finnst, skilju. Já, meira Það hérna. finnst mér svo Þú veist, fucking mér fyndið. líður Já. pínu þannig eins og það sé svo margir alltaf að hugsa hvað Næsta mann. öðrum finnist það sem þeir eru að gera og að það sé ekki eitthvað margir sem er að dansa eða eitthvað svoleiðis að það bara, þú veist, sleppa þið, Hjarðardæmi bara. Já, og mér finnst það bara astnalegast í heimi, sko. Ég er bara, já, ég get lók því, ef allir í heiminum væri þannig að þeim eru skýtsa hvað öðrum finnst, Já, þá væri það- heimurinn hamingjusamari. Já, miklu. Svo miklu. Það verður svo miklu betra, Já. sko. Pælið. Andjóks. Ég eitthvað pælið hans í. Þetta er bara eins og strákur minn Já, sem eignast, Já. bráðum. Sett hann í dans. Ég væri bara eitthvað, ef ég fengi að velja Já. hvað myndi fara í, þá myndi ég að fara í dans, já, fimmleika, já, en líka box eða Já. jiu-jitsu. ok. En þetta er mikið, Já, það er bara þrælunum út. en Það er ekki fættur. eins og strákar sem fara í fimmleika. Já. Það, Geggjaður það grunnur. þykir líka að vera svona eitthvað tabú, svona smá. Mér Er finnst ekki? það samt ekki verið jafn mikið í dag Ekki og lengur. var. Ekki lengur. Nei. Nei, Af því að Það- þeir eru fucking sterkir, sko. þeir eru mjög sterkir og mjög Svo flottir. hraustir. Mér finnst þetta Já. ógislega flott þegar strákar í fimmleikum, sko. Já. Þeir verða bara því líka kroppar og bara gegja. Það eru Sko- svo svakana hraustir maður. Já, Ég var í fimmleikum og mér finnst alveg sko bara fyrir 3 árum síðan bara strax búið að skána, eða skilju. Já, er það? breytast. Já, Já. af því að það er Það er líka gott. svona nokkrir strákar sem að hópuðu þessu saman í mann. Parkour. Nei, ekki parkour. Ekki það heldur hann að nokkrir strákar úr fimmleikum sem að hópuðu þessu saman og gera svona hringferðum landið að kynna, þú veist, fimmleika. Og þeir voru að fara í svona íþróttafélög og bara, þú veist, strákar sem Það er er alltaf cool. geggja og Já. strákar eru rugglaðir í fimmleikum. Þeir eru náttúrulega bara, þú veist, mjög sterkir og miklu meira snerp og svona, skilju, þannig að stökkun Já. sem þau eru að gera Já. eru bara geggjuð, sko. Já, Þannig að fimmleikar eru núna fyrst mér ekki svo mikið tabu eins og það var, það er gott. en það er geggjaða grunnur. Það er mjög gott. Já. Ef við fórum að tala já, dansinn, ástæðan ég vorum að tala um John Wick. já, oh my god. Jesus. Já, en eins og það, því við vorum að tala um Men on Fire, Já. mér er bara skemmtilega að sjá, ef ég fæ að sjá þetta Ég skil koreografi, þig. af því það er svo mikil vinna lögð í þetta líka. Já. Þú veist, þetta liðar að æfa sig bara eins og dansarar. Skilur, hann er Já. mest töff að geta að sé Það það. er óbúinlega ákslega mikið, pæliði hvað er geggja að vera leikari samt og hvað þú veist, þarft að vera hæfileikar ykkur á mörgum sviðum, Já, Já, af því að þú verður bara að æfa eitthvað og það mun alltaf festast við þig, skiluru. Alveg svo þú þarft bara að vera ekki eitthvað öðru dans. já. Þarft bara ekki að, svo þarft það kannski að vera geggju formi eða eitthvað. það er þvílík þjálfun sem þið fara í Já. fimmleikinn. Sumir þurfa að læra að syngja, Bradley Cooper í Star Alveg. Wars. Akkurat. Það var líka Pældi í heilt því. árið eða eitthvað að æfa sig. Já, Já, Með einhverjum fílingum kennurum og eitthvað. já. það er óbúinlega geggja samt. Ok, förum við næstu mynd. Já. Svo sem ekki 4 tíma. Herru, já. Ég ætla að koma með eina sem heitir, þetta er eina hryllingsmyndi minn á listanum mínum, bara því að hún situr í mér. Ok. Hunting in Connecticut. Connecticut. Hunting in Connecticut. Connecticut. Ég hef ekki séð hana. Ég hef séð hana. Hefur Nei, er hún góð það? Byrju, ég bara Hún er man ekki alveg eftir henni, en ég veit ég hef séð svo hana. hræðileg. Ég held ég að En sé ekki samt cover á segja hana Netflix eða Ok, ekki að segja hana alla. ok, ég horfði á hann í 8. Here bekk. we go. Nei, ég skal ekki segja hann langa. Ég horfði á hann í 8. bekk Þú var ekki að grínast. og hérna, og í dagsbyrstu með bestu vinkunum minni, sem er 14 ára eða eitthvað í 8. bekk, sko. Og hérna, En ástu hvað er myndin? Þarftu ekki að segja okkur, þú veist, settingið? nei, ég bara segi, þetta er bara hryllingsmynd sem er bara það ógísleg að, þú veist, ég svaf inni hjá mömmu minni í 3 mánuði eftir á. En hvað er hún? Þetta er draugamynd. Þetta er draugamynd. Þetta er samt siðblendingja draugamynd. Hvað er það? Ok, Siðblending. það er, eftir, ég spoila henni ef ég segjum Það er hvað hann er. Nei, ekki gera það. Nei, af því En að mér- þú mér verður langar- að þú ert búin að sjá horfa á hana? Já,
Já, Og ég er aldrei að sjá hana því að Og þú þegar segir hún er það svo skeri. góð. Já, ok. Hún er ógisla skeri, sko. Hún er viðbjósla skeri. Ég man bara öll atriðin upp á hár núna 10 árum setna, 11 árum setna eða eitthvað. Oh my god, ég verð að horfa á hana aftur, ég man ekki eftir henni. Ég er að tjekka hana, Já. ég hef ekki séð hana. Já, horfðu á hana. Það er svo mikið á ógislega atrið í þessu og svo endurinn gefur þér the chills ángríns. Endurinn er bara svona það kemur svo mikil útskýring öllu og það er meitt miðill skilur sem flytur inn í hús Ekki segja mikið. Nei, það er miðillana skilur og þau finna eitthvað svona alls konar klús og eitthvað og ok, ég ætla ekki að segja mér Nei, ég er spennt fyrir henni. Já. það er bara þetta er sannsöguleg mynd Ok, það kom í endan á myndinni eða byrjunin, ég man það ekki based on a true story. Já, þannig að þetta er sannslögt og þetta gerist í alvörinni og þetta meikar allt svo mikið sens. Oh my god, ég get spennt að horfa á hana núna. Já. Því ég man ekki eftir henni. Ég ætla að Já, sína sko. kærstunni þessa mynd. Já. Já. Hún elskar draugadótt og Einmitt. eitthvað. Já, þetta er sann svo bara allt við hana, bara tónlistin er bara, ég heyra hann ennþá, sko. Ég er bara skart eftir þessa mynd, sko. Það traumatized. Skilu, ég svaf á kottum inn á golfi hjá foreldrunum mínum í 8. bekk. Shit. Skammast Nú er mín hún fílt ekki hæpa. Segja Já, ég þetta, líka. sko. Nei, þú átt ekki skammast fyrir neitt. Það er okkur alveg saman hvað fólki finnst. Já, það er rétt. Damn Amen. right. Já. Damn right. Ok, Guðrún. Gladiator. Já. Þú er með því líkar sleggjur henni í þessum Veit þætti. það. Geggjaða smekk. Gladiator, geggjamynd. Ég held mér svo að þú sett með betri smekk en yngi. Ok, við náttúrulega vitum Hann að var- ég er með betri Þú smekk. verður að kvarta þetta út, sko. Það er hvað þú... Þú veist. Ok, þú fílar Russell Crowe eða? Já, hann er geggjaða leikari. Já, Mér finnst hann ógeðslega flottur. þetta er töff mynd. Þetta er ógeðslega töff mynd og mér finnst hann bara eldast sjúklega vel. Já, það er ekki langt síðan ég sá hana. Nei, þetta er alveg gömul mynd. Já. En, 20 ára. já, 20 ára. En mér finnst jafn gaman að horfa á hana í dag og mér fannst horfa á hana í fyrsta skipti. En þá ætla ég að spyrja einu. Því maður þegar ég sá hana, hún kemur út 4 eða 3 árum eftir eina ákvæmna mynd. Ok, Og mér fannst hún pínu svona fætti skuggan hennar, því mér fannst það svona pínu svipar ok, og ég ætla að spyrja hvað finnst betri. ok. Hvað finnst það betri, Gladiator eða Braveheart? Ó, ég vissi að þetta segja ég vissi að ég ætti ekki að hugsa það, sko. Mér finnst Gladiators betri út af því að mér finnst það meira cool. Aha, Já, vá. en ég held líka bara út af því að ég bara þól ekki Mel Gibson. Sem mannesku. Getur ekki kötta á milli? Sem manneski, Já. akkur sem manneski. Því hann er Ofbeldisfullur. eitthvað ógeð. Já, bara ofbeldisfullur og eitthvað. Já, mér er Ég eftir myndi með ekki geta Ég kvætt á er með milli. svona gröts, ég er svona grötspía. Ég er alltaf eftir með að kvætta mig frá því, sko. Já, ok, þannig að ef að eitthvað gerir eitthvað í alvörunni, Já, þá ertu úti. eins og með Kevin Spacey, getur ekki átt að mynd með honum í það? Ég get alveg horft á það, en ég myndi samt aldrei geta, þú veist, ekki vita þetta MeToo-dæmi. Já, hún meinar. Já, ég held Ok. þetta svolítið. Ég er þannig líka, sem, sko, já, ég er líka svo laus. Já. Ég næði Við kötta. erum mjög Ah. langdrækar. Já, ég næði. Þú veist, já, Af því að þú veist, já. þetta er ekki vini mínir. nei, ég skil það, Skilurðu? og þú veist, ég var alveg til að geta gert það, eða samt kannski ekki, þú mér er líka alveg fínt, skilur að sniðganga dæmi sem að ég vil ekki stiðja, skilur Já. Sammála. En þetta er samt ekki eins og meðut ákvörðin hjá mér, heldur bara, þetta bara er eitthvað svona dæmi. Mhm. En ok, þú veist, Braveheart er samt geggjumynd og loka trí Braveheart er, þú veist, trublað, skilur en Mhm. Russell Crowe er á hann að berjast í Gladiator dóti, líka Já. bara, og bara hefna, þú veist, Hann konuna svalur. sinnar og þetta dæmi, mér finnst Já. það líka ógeðslega cool. Þetta er í rauninni sama koncept, ég skil það. Það er svona svipa kannski. Já, en mér finnst hérna settingið í Gladiator flottara. Ég Finnst það fíla skemmtilega? Já, Svona rómverst dót. já, heldur en skoska Já, dæmi. já, já, ég skilji. Gott val. Já, takk. Mjög gott val. Hún Gamla. er svaka. Þú varst þurftir að koma með eitthvað svona og ég er bara eitthvað En hvað ert þú með? Næstu mynd. Hvað hefur margar eftir? Ég held 2, 3. 2. Hvað eru búin að vera en lengi? Allt of Það lengi. er bara góð spurning. Klukkan er kvart yfir 7. Ops. Ops, Ég man ekki sem hvernig við byrja. Nei, ég held við höfum byrjað kannski Ok, við hefum 2 myndir eftir. 2 myndir, já. Ok, flott. Ok, þetta er samt ekki bestu myndnar sem eru eftir hjá mér. Ég held að þú er ekki eftir fíla Fína eina. eila. Og ég bara þarf að henda þær út. Hlustum ekki það. Ég kött út síðustu 2. Hvað ert þú með? Ok, ég ætla að segja Thor. Ragnarok. Já. Rock. Ok, ég elska hana, sko. Já. Þegar ég er bara í hverju ég var einn svona vinna sem flugfreyja, í hverju einsta stoppi, þá var ég bara upp í rúmi og bara kveikti bara á henni alltaf, bara í hverju einasta stoppi sem Já, fór ég til man eftir Ameríku. þessu. Það bara, Þetta er aðeinslega mynd. ég elska hana leikara, sko. Það Hemsworth. bara, ég er bara, það er bara eitthvað við karakterinn hans, hvað hann er góður, skilur.
Karakterinn minnur, Já, ég er líka með pæli. Thor eða Nei, bara karakterinn hans hann. Chris Hemsworth? Chris Hemsworth. Já, Bara allar myndir sem leikur og allt það, hann er bara svo ókslega hillandi. já. Flott strákur. Já, bara fullt Alveg strákur. Einum of. Já, Eða þú veist svona ándjóks, maður er bara eitthvað svona... Já, hann er virkar sjúklega líka bara flottur. svona sjúklega heilstiftur og bara svona myndalur og bara, þú veist, eitthvað svona... Hæfileikar ykkur. Já, það er bara svona, þetta er bara svona einhver sjarmi yfir honum sem ekkert allir eru með. Þannig að bara... X-Factor. Skatti X-Factor. Ég hann er með það svona. Já, Já. ándjóks. Já, Hann er bara með þetta eitthvað ekstra dæmi. já. Og svo líka bara atrið úr hana, þegar hann er að segja hana sem við fyrir alltaf í kast yfir. Úr Já, þessari það mynd. er he stabbed me. Já. Nú er ég bara eitthvað svona, veit ég hvað er talað. Æ, Það það er er, ógeðslega fyndið. já, þú veist, hann er að segja sögu í myndinni, þú veist, hann tristir ekki loka bróður sinum, skilu, af því að þeir eru léttir að leika, að þá... Já, var er þessi þið í lyftunni? snákur. Já, nei, þeir voru... Nei, herbyggi. Það var í herbyggi, hann eitthvað, þú veist, Hann var voru slanga. litlir Já. og hann var að þykast vera snákur og always fascinated snakes, eitthvað skilju, og mér finnst alltaf ekki áhugaverðir. Og svo breytir hann sér og stekkur út með líf og bara, hey, it's me, og stab me, eitthvað skilju, og Stingur stakk hann og Og eitthvað. segir bara eitthvað, I was 8. Eitthvað. Já, bara eitthvað, þetta var ógislega fyndið, þetta er bara Það er mjög eitthvað húmur hjá fyndið. mér og Guðrún, þetta er ekkert Þetta, jú, þetta er funny sjúklega now. fyndið. Þetta er samt fyndið mynd. Þetta er Þetta er- sjúklega fyndið. Já. Þetta er fyndin mynd, Mhm. hún er skemmtileg og þú veist, það er alltaf gaman að horfa á hann. Það, Hann er líka bara, þú veist, ég til dæmis, ég gæti örgulega farið yfir það að vera bara samkynhneigður út af honum. Já, þú ert örugglega ekki einn með það, sko. Þú Hann veist, maður er bara sjúklega eitthvað, flottur. ok, þessi gaur, hann er líka Já. bara, það er bara allt við hann. það er alltaf við hann. Hann er bara með gett fallega ári, vil ég segja. Eða þú veist. Já, og líka bara, hann er svo, hann púlar Hann alveg er sítt pure. ár, hann púlar Já, alveg stutt já, ár, hann púlar örgulega skaldur, já. hann er svalur ekki með skegg, hann er svalur með skegg. Já. Það er bara eitthvað svona, maður bara, herru, Bara, Gaur. chillax. Já. Ekki með look bad. já, það er bara, það getur enginn keppt við þetta. Nei. Ángríns. Þú veist, hann er Það er bara, sjúklega hann er flottur, já. myndalegur, samt kallmannlegur, Mhm. hann er ekki ofallegur, fatti, Hann er samt ekki svona- fríður. Hann er ekki rosalega svona fríður. pretty boy. Já, hann er ekki ég svona skil svo mikið, fíngerður. já. Nei, einmitt. Grófur og Já. svona Já. kallmannslegur, samt mjög svona myndalegur. og Já. geggjarödd. Já. Þannig að maður er bara, Jesus, Já. Chris. Bara allt sem hann gerir, bara, Stop it. Já. bara boy. Og líka svo bræður hans. Já, Ég veit þeir það. sem Liam og þeir Já. mestar ekki eiga neitt í hann, sko. Nei, það er sér það að segja. Já. Þegar þeir hafa verið alast upp, þegar maður er bara svona, Alltaf okkur er ég ekki skuggur svona? Oh my god, story of my life. Bara þegar þú varst úr Íslandi 2009 með eitthvað svona feit játt allir bara, oh my god, Þannig að líður þér eins og hún sem Chris Hemsworth og þú Liam Hemsworth. já. En Nei, Liam ekki Hemsworth, Rósi. Liam Hemsworth er samt líka alveg Geggjaður. mjög myndalegur. Já. Já, takk. Þannig að já, Thank ég er að koma þér til varna. Takk fyrir. En hann er rosalegur, hann er með svo mikið eins og þið segir líka, hann er með þetta X-faktor. Já, Já, í Hann saman. er bara með, Hann er bara með eitthvað auka. sumir eru bara sjarmerandi. Já, en Tom hann Hardy er samt líka með líka þetta. finnst mér ég, Þessu, Tom Hardy er líka með þetta, finnst mér. já, já, en Hann- samt aðeins öðruvísi. hann er með meira svona rough. Ég Já. meina bara, mér finnst það vera með þetta X-faktor Já, X-faktor, já, 100%. og mér Stenser líka vera með þetta. Já, Bara eitthvað svona, það er bara eitthvað við hann sem að ég er bara sjúk í. Já, Þá Já. þrjá. já. Þannig að, ok, já, þetta er já. góð mynd. Já, þetta er mjög góð mynd, Já. hún er á listanum mínum. Það við tekið eftir að alla myndin sem búin að segja fylgir Grín. einhver saga, Já. Veist bara, af því að, í öllu sem þú segir, bara lífinu fylgir einhver saga. En ég er svolítið þannig líka, en ég já, get ekki, skilu, ég tengi svo Get mikið ekki við sett út á einhver þetta. atbyrði líka. ég líka. Guðrún myndar mjög svona fagmælega skoðun á hlutum. Og ég heyri samt, skilu, þú horfður ekki að gaggrinda myndir, en ég er bara eitthvað svona, nei, þú var svo gaman út af þessu, skilu. Það er bara geggjað. Já. Það er ekkert rétt að ránt í þessu. Nei, Nei. nákvæmlega. En þið tvö eru svona Nördar. mjög, já, Aðeins þið eru meiri svona kannski. aðeins meiri nördar, sem bara gott. Já. Ég vildi að ég væri það, en Þú- ég er bara ekki alveg það djúp í þessu. Þú ert nörd á annan hátt í sambandi bíómyndir. Já, Hvað ertu með næst? Fyrir að klára það. ok, 300. Ok. Gerald Butler er samt líka, Já. Já, en mér finnst það samt bara í þessari mynd. Já, mér finnst hann ógeðslega flottur, bara yfir höfuð, en hann er náttúrulega sérstaklega flottur í þessari mynd. Mér finnst þessi mynd ógeðslega cool. Mér finnst, Mhm. ég er make-up-artisti líka, og mér finnst make-upið í þessari mynd geggjað, búningarnir geggjaðir, og mér finnst litinir í henni ógeðslega Já, flottir. svona Mér grá. finnst sögumæður sem var að tala yfir myndina, mér finnst hann með geggjaðarödd. Mér finnst ógeðslega flott koncept á bak við þetta, eins og ég múið segja með alla myndina sem ég er búin að velja. Hvernig fílaði þetta var svolítið sett upp bara eins og teiknum þetta sagan? Mér finnst það geggjað, Þú veist, lúkki og svona. geggjað. Bara eins og, þú veist, með Sin City, mér finnst það geggjað líka. Ég tók náttúrulega upp í gær, finnst ég Já. að segja þetta. Þá tók ég upp Sin City þátt með vinkunum. Er það? Já, Mér finnst það geggjað mynd. Hún skrifaði loka ritgerðina sína í háskólanum. Hún er Oh my kvikmyndafræði God. um Sin City. Hey. Hversu En geðvikt. Þá töluði þess 300 líka. Já, Og finnst þú hún betri en Sin City? Já.
Já, út af því að aftur þetta rómverska dæmi, mér finnst það bara personal preference, mér finnst það bara meira cool. Já, þetta líka, það svona saga. Já, ég veit það og það gerir það einmitt meira, þú veist, spennandi. Ég elska svona, þú veist, real life. Ég tók eitthvað sambandi. Nei, það fór eftir sambandi. Já, það er nú gott. Þetta er því ástursöka. Já, en hvernig fannst þér 2? 302. Ég er ekki með að sjá hana, ég ætla ekki eins og að sjá hana. Ok, þú er samt sjá hana, ég sér akkur. Akkur? Af því ég hefa grínleikur í henni. Er það? Leikur Gerald Butler í henni? Nei. Nei, hann leikur ekki í henni. En hún gerist, það er svolítið... Ég fattar alltaf ekki hann alltaf dó. Hún drefst í myndinni. En hún gerist í henni á undan, á meðan og aðeins eftir á. Er hún góð? Mér fannst hún fín. Ok, en er hún jafn góð? Það vantar Gerald Butler. Ok. En ég hefa grínið bara svo fucking svöl. Ok, ég ætla að horfa á hana. Tjekka henni. Ég ætla að horfa á hana helgina með þess. Ég held að finnst hún ekkert hræðileg að þú fílaði fyrstu svona mikið. Nei, ég fílaði fyrstu mjög mikið, mér finnst hún mjög cool. Hvað heitir hún? Bara 302? Hún heitir 300, 2. Rise of an Empire. Ok, ég ætla að horfa á hana. Og horfa á Evu Grínu þeirra mitt. Ég mun horfa á hana. Hún er vondikallinn. Að það? Já. Mikið, ég ætla að googla eftir þessa píu. Ég fíla ekki eftir mikið svona vondar konur í Bad Girls. Ef það eru svona góðu karakterar og þú kaupir þetta. Eins og svona Egyptstæmi eða eitthvað. Já, svona vondar, svona, þau er svona sneaky, ég er bara eitthvað svona, you go girl, alltaf eitthvað. Þú veist, ég fíla það svona lúmsku. Eins og gellan hana í hérna Thor myndunum, hvað heitir hún? F eitthvað? Hérna systir þeirra. Já, Frigg. Nei, hún er samt svona vond, skilur, hún er ekki lúmskvond. Nei, en mér finnst mjög cool. Já, hún er það með Kate Blanchett í... Já, sjúklega cool, af því hún er gett svona powerful. Hún bara líka þetta gett vel líka. Já, en... Hét hún ekki bara Hela? Hela. Já. Frigg, það er mamma. Nei, já, ég held að það sé mamma. Eða Freyja, Frigg er eitthvað svona ástar, held ég. Það var það var Sif. Sem var partur af krúinu. Sif, það er úr Valhalla. Nei, já, það er partur af krúinu hans eins og fyrstu myndinni. Valkyrie var ég að fara að segja. Valkyrie var í Ragnarök. Já. En Sif var í fyrstu. Já, ok, ég skilði það. Það var svona krú, hann átti eitthvað svona 2 vini og eina stelpu, konu. Já. Hún heit Sif. Já. Ok, hvað næsta mynd? Astros. Er það ég? Það er síðasta myndin, held ég. Já, þú varst með 300, hvað erstu með? Síðasta mynd þín? Hérna, ég vildi ekki enda þessar mynd, but here we are. Þú neytist þess. En þetta er samt góð mynd, þið eftir að vera surprised. Þetta er surprised, ok. The Untouchables. Untouchables? Já. Af því ég er að tala um fransku, þá segja ég alltaf Untouchables. Le France. Ég er samt við hvað mynd þú ert að tala um, hún er virkilega góð. Já, fallega mynd. Já, hún er mjög góð. Af því hún er með geðvægt fallega boðskap og líka, þú veist, hún er líka svona, ég veit ekki, hún er svona hopeful, skilur við. Það er alveg fílgóð mynd. Já, það er fílgóð mynd og bara svona líka því hún er sannsöguleg, skilur við. Já, hún er sannsöguleg. Hún er sannsöguleg. Ok, nice. Ég trúi alveg, Já, og bara svona geggjað bara, þú veist, hann fekk tækifæri og þetta er mjög falleg mynd. Já, hún er mjög góð. Hún er mjög góð. Það er gott val. Þetta er gott enda. Það er gott að enda þessu. Ég vildi samt enda á Kung Fu Panda, en alltaf lægt. Já, mér finnst hún, ég er alveg búin að horfa nokkuð um hana. Hún er svo góð, ég man þegar ég sá hana, því það var svolítið mikið hæp á Íslandi, það var svo svakalega margir sem fór hún í bíó. Já. En á Íslandi. En þessi frönsku. Já, frönsku myndina. Já, erlenda myndir, þá er ég að tala um ekki banderskar eða breskar. Það eru ofta ekkert það vinsæl á Íslandi. Og svo kemur þessi franska mynd. Og bara eiginlega allir í kringum mig fóru á þessa mynd í bíó. Sammála, sko. Bara einhverju gæja sem ég var að vinna með, bara einhverju 60 menn sem bara fara aldrei í bíó, þeir fóru á hana. Já. Öllum varst hún geggjuð. Ég sá hana bara setna á DFD. Já, ég fór ekki hana bíó. Nei, því ég var fyrst bara eitthvað svona, ég hef búið eitthvað overhyped. Já, nákvæmlega, eitthvað mótþrói. Já, svo var það bara geggjuð. Virkilega góð mynd. Ég er bara að horfa á þetta í skólanum fyrst og ég var að skrifa ritgerð hana eða eitthvað og ég mátti velja mynd eitthvað og þá horfði ég á hana og þá var ég bara, damn, allt svo leiðilega myndir í skóla, skilja. Já, þú varst hissa. Já, ég var bara eitthvað, ég vel bara þessa, skilja, að því hún var frönsk og eitthvað, skilja, svo var ég bara, ok, geggjuð. Þetta er virkilega góð mynd. Já. Góð endamynd. Takk fyrir. Ok, þín síðasta mynd. Dam. Nú ekki þú með eitthvað fáralegt. Nei, þú veist, þetta er mjög góð mynd. 12 Years a Slave. Ég hef ekki séð hana. Ég vissi það svo mikið. Oh my god, af hverju ekki? Sko, ég fekk til mín Birtulíf. Já, sem er mákona mín. Já. Love her. Já, í dýrkana. Hún kom til mín, það er svona síðan núna. Já. Og hún tala um þessa mynd. Og ég ætla eitthvað að fá Birt aftur í þáttinn. Ok. En þá verði ég að vera búin að sjá
12 Years a Slave. Þú veist, þú bara verður að sjá þessa mynd, hún er geggjöð. Ég ætla að Ég er horfa ekki búin að sjá helgina. hana. Já, gerðu það, þetta er svo átakileg mynd Já. og hún er svo spennandi, svo sjúklega spennandi. En er hún of þung? Nei. Ok. Þú veist, hún er sorgleg, en hún er ekki, þú veist, Warrior er meira dramatísk, skilur líka við. Ok. En hún er ógeðslega góð. Sagði hún hana líka? Já, ég man ekki okkur að tala hana, en hún talaði um henni í lokin. Hún talaði 12 Years a Slave. Já. Hún fannst hún svo góð. Hún er geggjaða leikarar. Já, fastmyndir henni er ekki. Og líka náttúrulega sannsögulegt. Já, það er sannsögulegt. Já, sem bara það er málhald sem er bara það er svo heitið þinni. sem er bara, þú veist, sjúkla finnst mér skemmtilegt að horfa þannig, sannsögulegt, mér finnst það meira, þú veist. Ég þarf að tjekka þessa mynd. Þú erum búin að fá 2 manneskjur Já, sem tala um þessa mynd. Ég bara verða að sjá hana. þú verður eiginlega. Now is the time. Það er must. Helgina bara. Helgina, ég lofa. Myndu- Myndur í Connecticut. Já. Horfðu á hann í dagspyrstu, my friend. Nei, ég vil að hryllismyndir hræði mig. Já, þú vilt vera scared. Hvað, akkur viljið þið það? Ég skil Það er bara það svo ekki. spennandi. Það er bara svo gaman. Sko, sagði þú einhverja jákvæða uppbyggingarlega mynd, samt? Núna? Já. Nei. Þetta er svona Nei. yngri Þú varst bara dramatískar kantar. með alla myndirnar. Þú veist, þetta finnst mér bara skemmtilegt. Veit það. Þetta Ég- er bara, já. En þessum hryllismyndir, ástæður að ég elska þér er því mér er svo magnað að ég veit þið feik. Já. En Ef þú, þið ná að hræða mig, já. þá er ég bara hér. Ok, ég er ekki að Mér finnst það svo djóka. flott. Já. Sendu mér, þú ert búin að horfa á Hunting in Connecticut, þú ert eftir að vera að kúka þig. Okay. Eða bara, ég Hún er bara, alveg ekkert að drafa á hann, sko. jú, hún er, þú veist, ég er ekki að djóka. Hún Hefur er þessi Annabelle? ógeð. Já, Finnst það góðar? Nei, ég get ekki sett svo góðar. Þú veist, ég hef hort á Það það. finnst svo góðar. Mér Skilur. finnst skemmtilega, sko. Ég meðist það ekki leðilega. Nei. Ég er með þess að búin að sjá það allar 3 ár. Já, ég líka. Mér finnst það skemmtilega, sko. Mér finnst þetta skemmtilegt sjón. En mér fannst bara Conjuring miklu betri. Já, Conjuring er geggjuð. Fyrsta er geðvögg, Þú sko. veist, Já. ég er búin að horfa á Conjuring til dæmis. Já, fannst það ekkert skeri? Hún hræddi mig ekki Ha? helming á það sem að Hunting in Connecticut hræddi mig. Ok, nú ertu búin að setja Já, ég ætla að því spika við það, sko. standart. I don't care. Ég er eitthvað, I don't care. Ég er að She's tjekka á henni. scary. Ángríns. Herru, ekki bara að slútsu. Jú. Jú, heldur betur. Takk hérna að koma. Takk fyrir að hafa okkur. Þetta var Það ógæslega mjög gaman, skemmtilegt. já, Já. gaman í dag. Þið kannski koma aftur seinna, þetta var svo gaman. Já, jafnvel, þetta var Ég mjög er skemmtilegt. Við getum ógeðslega. talað endalaust. Já. Herru, þau erum bara að opna hurðina á slúttum. Geggjað. Takk fyrir. Takk fyrir.